Raindrops keep falling on my head. And just like the guy who's feeling. Samsung framleiðir vatnseld snjalltæki fyrir þig og þína sem þola íslenskt veðurfar. Kynntu þér málið á samsungmobile.is. Komið sæl og blessuð og velkomin í Spursmál, föstudaginn 22. maí. Í upphafi málsins að vekja athygli ykkar á áhugaverðu sérblaði sem við erum að gefa út í dag golf á Íslandi. Nú sú vertíð að hefjast. En liðna helgi þá gengum við Íslendingar landið þvert og endilangt að kjörborðinu og kusum sveitarstjórnir til næstu 4 ára. Það var spennandi kosninganótt og margt forvitnilegt sem kom upp úr kössunum og það ljóst miðað við það sem kom upp úr kössunum í Reykjavík að þar verður skipt stjórnarherra. Ég ætla að ræða kosningarnar vítt og breitt með Andrisi Magnúsinni blaðamanni og Katrínu Júlíusdóttur frá Samfylkingunni hér á eftir. Við ætlum að fara yfir helstu úrslit, ekki bara í Reykjavík heldur nágrannasveitarfélögunum og út landið. Það að teiknast upp mynd núna. Við erum að sjá hverjir verða bæjarstjórar og hvernig meirihlutar verða myndaðir. En fyrr í vikunni þá kom peningastefnunefnd Seðlabankans saman og á miðvikudagsmorguninn var tilkynnt að stýrivextir Seðlabankans yrðu hækkaðir 25 punkta. Seðlabankinn þess vegna núna með stýrivextina í 7,75% og það horfir ekki vel. Efnahagshorfurnar eru dökkar og Seðlabankinn spáir versnandi verðbólguhorfum út þetta ár. Við megum búast við því að vextir verði hækkaðir enn á ný í ágúst eða í október þegar að peningastefnunefndin kemur næst saman. Ég ætla að sýna ykkur hérna litla klippa af netinu frá því í kosningabaráttunni 2024. Þar Kristrún Frostadóttir, núverandi forsætisráðherra, að tjá sig við sína samflokksmenn. Svo ætlum við að lækka þessa vexti og við þurfum að segðu það, í alveg. Nei. Jú, segðu það. Ég get ekki fyrir að segja. Segðu það, það alltaf býður að segja það. Við erum með plan! Svo mörg voru þau orð. En hvar þetta plan? Vextirnir að hækka, verðbólgan að aukast. Já, atvinnuleysi að aukast líka. Við sjáum það á öllum tölum. Við köllum eftir því að þetta plan verði gert opinbert. Það getur varla falist í því að gangi í Evrópusambandið. Kristrún Frostadóttir neitar hins vegar að mæta hingað í þáttinn. Ég sendi á hana línu núna á mánudaginn og aðstoðarmaður hennar hafnaði boðum viðtal. Þetta orðið allt hið undarlegasta mál og maður velti fyrir sér hvað býr þar að baki. Við látum það hins vegar ekki stöðva okkur. Ég ætla að ræða hér á eftir við Konráð Guðjónsson, hagfræðing og ráðgjafa og Ernu Björgu Sverrisdóttur sem aðalhagfræðingur Arion banka. Við ætlum að rýna þar í tölurnar frá Seðlabankanum og aðrar hagtölur og reyna að átta okkur á því hvert ríkisstjórnin að fara. Munu kjarasamningar til dæmis halda þann 1. september næstkomandi. Áður en að þessu öllum og pólitíska talinu með Andrési og Katrínu kemur, þá ætlum við að fara yfir það hvernig pólitíkin blasir við okkur á samfélagsmiðlunum og það Ásthildur Hannesdóttir sem að gera það að vanda. Nýr GLC frá Mercedes-Benz. Alrafmagnaður lúxus með alltaf 715 km drægni. Forsala hafin. Askja. Samsung kynnir nýjan Galaxy S26 Ultra. Meira frelsi, meira næði. Can you do this? Kynntu þér málið á samsungmobile.is. Klæddu bygginguna í stíl með álklæðningu frá Límtré Vírnet. Íslensk framleiðsla, nýsköpun og áratuga þekking. Kynntu þér möguleikana á limtrevírnet.is. Skaðabætur, miskabætur, sárabætur, sjúkrabætur, slysabætur, uslabætur, þjáningabætur. Bótaréttur.is 520 51 00. Þegar 3/4 af dreyknuðinum blandaðu þá með því besta. Fívertrý. Hér hjá A4 húsgögnum bjóðum við upp á fjölbreytt úrval skrifborðstóla við allra hæfi. Endilega kíktu til okkur í heimsón við Skeifuna 17 ef þið vantar frekari upplýsingar. Ok, þá þessum sveitarstjórnarkosningum loksins lokið og drottinn minn djöfull ég fegin.
En Queen Hildur Björns, hún bara kom, sá og sigraði og þá getum við bara sagt thank you next og farið að einbeita okkur svolítið að öllu ESB-röglinu. Er það ekki annars eða? Er ekki allir alveg mega peppi í þessar ESB já eða nei aðildar viðræna kosningar eða hvað sem þetta heitir? Ég veit það ekki, mér finnst bara svo ótrúlega gaman að kjósa allt og ekkert. En eigum við samt að tala aðeins meira Hildur Björns, Queen Borgó. Hún sló bara algjörlega í gegn hjá borgarbúum, sko, sjáu þið samt líka bara hvað þau eru sæt og hvað maðurinn hennar stoltur af kvinnu sinni. Það eitthvað svo mikill svona stórstjörnu bragur á þeim, þau eru alveg geggjuð. Ísdrottningin var ekkert eðlilega stolt af Hildi sín sem sigraði þennan ótvíræða sigur á kosninganótt og sumir vilja meina að þetta sé ákveðin sigur fyrir ísdrottninguna líka og ég kaupi það alveg. Konur eru konur bestar, eða svona flestar, en stundum verstar og bara algjörar pestar, sko. Elsku hjartans Magnea Gná, hún tapaði smá í kosningunum og það eiginlega bara alveg sjúklega skítt. Og fyrst að þið þarna gátu ekki skila hann aftur inn í borgarstjórn, þá skulle þið bara gjöra svo vel að finna handinn einhvern góðan kærasta. Hún væri nú að hafa eitthvað að gera, elsku kærlingin, Hún sem var svo kosningasæt á kjördag. Í alveg það skömm af þessu. Og ekki var þetta tíminn hennar elsku Alexandru Brím heldur. Hún tapaði alveg rosalega mikið í þessum kosningum. Segir maður nú bara. En það eina sem maður getur gert að senda henni hlýja strauma og bara baráttu knús. Þetta góð manneskja, sko. Og ég meina, sá sem kemur til með að hafa umsjón með þjónustuhandbók, vetrarþjónustu í borginni eða hvað sem þetta nú heitir, hann tekur alveg sko lygilega góðu búi. Líf vinstri kona Magneu-dóttir náttúrulega orðin smá miðaldra, en gæðablóðið Alexandra Brím kom henni svo sannarlega alveg naumlega til bjargar á dögunum þegar hún rak augun í að Líf hafði lækað einhverja illa miklaða færslu á Facebook. Jesús, fjúkett! Hvar væri Líf ef ekki væri fyrir vökul augu Lexu Brím, Gosh, maður vill nú bara ekki hugsa þá hugsun til enda. Henni væri bara cancela, sko. Oh my gosh, hver haldi að hafi verið afmæliskvín á dögunum, Nú auðvitað maístjarnan okkar, hún María Rut, woohoo! Til hamingju með afmælið elsku María. En hún fekk sko alveg hinn fullkomna afmælisdag eins og sönnum afmælistrólum sæmir, þannig að við sendum henni bara amma og knús. Sjálfi kóngurinn eða hinn nýi frontkamuru kóngur fór á kostum í vikunni, en hann svo ógeðslega peppaður í að ESB umræðan komist aðeins á hærra plan, núna bara þegar þessar sveitastjórnarkosningar eru búnar og eitthvað svona. Pavel vill bara fá sviði núna, sko. Það brjálað að gera hjá honum undirbúningin. Hvernig á þessi spurning eiginlega að hljóma? ESB, non, nein, næ, eða bara nei. Nei, heyrðu, Dagga Konna, samfélskvís, hún með þetta, sko. Þetta spurningin sem borin verður undir landsmenn. Á Ísland að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið? Ok, læka það, en það eru samt bara sömu svarmöguleikar, ekki? Non, nein, næ, nei, no. Diljá Mist ekki alveg nóg sátt með tímasetninguna á þessari margumtöluðu og ofmetnu þjóðaratkvæðagreiðslu, en sumarfríð hennar mun allt fara í súginn út af þessu flippi. Og já, flipp hennar Þorgerðar. Og það bara ekkit eina sumarfríði sem mun fara þá leið, sko. Takk, Togga, Gunn og félagar fyrir ekki raskat. En annars virðist Diljá eitthvað farin að skipta kúrs í lífinu og farin að leggja snoppið svona aðeins til hliðar. Nú lifir hún nefnilega bíllausum lífstíl. Hvað næst? Stuðningu við borgarlínu eða? Ása Berglind skipti forsíðumynd á Facebook á dögunum og drópar upp gamla mynd úr kassanum, sko. Þetta alveg ansi góð mynd af henni. Alveg virkilega fín mynd. Þetta hringrásarhagkerfi ljósmynda náttúrulega bara ekki alveg nógu mikið notað, sko. Narrenburgin okkar fundaði með Abraham, rabbína stöðu gyðinga hérlendis á dögunum. Sjá þá saman. Algjöri krúttkögglar. Bara alveg sís. Kay Frost var á miklu flandri í vikunni og tók þátt í ýmsu fjörinu, sko, Til dæmis skrapp hún til Osloar og hitti þar fyrir forsætisráðherra Indlands. Þau gerðu svo einhvern megasniðugan samning aukið samstarf þjóðanna tveggja, Íslands og Indlands þá, og maður náttúrulega bara fer fram á það núna að kjúklingur í karri verður bara niðurgreiddur í öllum helstu stórmörkuðum. Er það ekki? Nei, ég segi svona.
En svo flexaði Kristrún líka þessu rándýra úri á dögunum, en ég nenni eiginlega bara ekki einu svona eyða púðri að tala um það. Það er búið að tala um þetta allt og mikið og svo er ég líka bara smá öfundsjúk út í þetta úr sem kostaði bara jafn mikið á bíllinn minn. Simmi Gumm gladdist yfir Englandsmeistaratitli Arsenal og við segjum bara til hamingju með þína menn í Arsenal. Kæri Sigmar, Arsenal þessi er nú góður. Dogga Gunn hefur notið sumarblíðuna síðustu daga en það er líka eins gott að hún gerir það núna því að sumarið er hér en ekki í Brussel at the moment sko, En hún segir að þetta sumar veiti á gott en ég held að sé ekki allir sammála um það sko. Ég meina það eru ekki að kalla til ykkur alvöru sérfræðinga í veðurfræðum til að spá til um það. Ég meina hvar er Siggi Stormur þegar maður þarf á honum að halda? Svo mörg voru þau orð af samfélagsmiðlunum, en nú ætlum við að færa okkur í raunheimana, því að þau eru komin hingað til mín. Andrés Magnússon, fulltrúi ritstjóra á Morgunblaðinu og Katrín Júlíusdóttir sem er ráðgjafi rithöfundur og já, hún var líka kosningastjóri Samfylkingarinnar í Garðabæ núna fyrir kosningarnar 16. maí. Velkomin bæði tvö. Takk fyrir. Ætlum að rýna í svona niðurstöðurnar þegar þetta er allt gengið yfir, rykið er að setjast og það er svona margt að skýrast í sveitarfélögunum. Katrín, ef að þú horfir yfir landið, hvar eru stærstu tíðindin? Sko, náttúrulega eru stór tíðindar, sjálfstæðisflokkurinn sem hefur verið í gegnum tíðina mjög stór í sveitarstjórnum. Hann hefur víða líklega sá flokkur sem hefur verið hvað sterkastur og oftast og á flestu stöðum með hreina délista og oft hefur maður hort á það svona aðdánaraugum sko því þetta er elja að halda þess úti og það er, en þeir töpuðu töluvert síðast, þannig að það er að koma mikið tilbaka, þannig að það er ein stór breyta. En svo er líka breyta að auðvitað miðflokkurinn eru að koma inn með töluvert mikið af fulltrúum. Samfylkingin er að gera það líka og það sem að mér finnst kannski skemmtilegast við það er að horfandi á þetta svona yfir. Það er að Samfylkingin er að styrkja sig mjög mikið á landsbyggðinni. Það er að fjölga hreinum S-framboði þar, það er að fjölga fulltrúum, sveitarstjórnarfulltrúum. Þannig að yfir það heila held ég að þeim fjölgi upp í úr 26 upp í 38 í þessum kostingum, sveitarstjórnarfulltrúum Samfylkingarinnar sem fara undir S-framboðum. Þannig að það er mjög áhugavert og það er líka bara heilbrigðismerki á stjórnmálastarfi ef að þú ert ekki, að því við vorum svo Reykjavíkurmiðið. Það gekk allt út á svolítið Samfylkingunni í Reykjavík. Þannig að mér fannst það gaman og sérstaklega líka kannski að því að ég er hálfur húsugengur. Þá fannst mér gaman að sjá norðaustur að þar er Samfylkingin að ná svona að setja undir sig, eða svona hvað að segja, styrkja starfið og fjölga fulltrúum. Það sem að mér finnst líka kannski umhugsunarefni og það er Framsóknarflokkurinn. Af því þau hafa verið svolítið svona eins og sjálfstæðisflokkurinn landið að verið sterkir í mjög mörgum sveitarfélögum. Og eiga þar með mikið svona sögulega, mjög langa sögu í sem stærsta aflið eða næststærsta í mörgum sveitarfélögum. Þau gefa mér mikið eftir í þessum kostingum og lítið verið talað um það. Og það er svona verið áhugavert að greina það og kannski einhverju svona meiri spekulatari ég sem að gera það. En þannig að þetta er kannski svona stóra myndin eins og ég sé hana. En svo er maður spurning hvernig meirihlutamyndanir fara. Það er að taka á sig mynd, öllum að fara aðeins yfir sveitarfélögum hvað það varðar. En ef ég aðeins má, sko... Ég vil bara fá að taka fram í Andrés að þú ert auðvitað okkar helsti sérfræðingur í málefnum Framsóknarflokksins, þannig að það er gott að Katrín sé búin að gefa þann bolta. Ég var að vona það sko. Já, sjálfsagt að smasa það. Við vitum hvað þið finnst um hina. Ég velti fyrir mér einmitt með Framsóknarflokkina að hann gaf víða eftir hér og þar, en hann líka átti mjög fína spretti á nokkrum stöðum og fjöldi þeirra, sveitarstjórnarmanna, Framsóknarmanna, hann er enn mjög góður og það skiptir máli fyrir flokkin vegna þess að þetta er svolítið bakmennið í flokknum. Það er þanga sem þeir hafa verið að sækja sér oft forystumenn og svo framvegis. Þannig að ég held að það skipti miklu máli og við sjáum núna náttúrulega þessa dagana að þeir eru mjög inni við kólan í alls konar meirihlutamyndinu sem við förum kannski aðeins betur inni og eftir. En ég velti fyrir mér að því að þú nefndir þetta með Samfylkinguna, hún hefði verið svona höfuðborgarflokkur og þess vegna væri þessi útrás hennar út á landa, hún skipti máli. En sko sjálfstæðisflokkurinn, hann er að sækja sér veðrið ljóslega í höfuðborginni en líka hér í kring þess að fá hreina meirihluta í Kópavogi og eitthvað svona. Er það ekki áhyggjuefni fyrir ríkisstjórnarflokkana, Samfylkingu og Viðreisn sem að hafa báðir verið feikilega höfuðborgarmiðaðir, svona verið með sitt mesta vígi hér, að þeir sé að gefa eftir sumpart, ekki að ná alveg þeim árangri sem að þeir voru að vænast til að Viðreisn. Það hlýtur að vera sko eitthvað áhyggjuefni
hvort sem að það tímabundið út af ríkisstjórninni eða einhverju öðru. Já, sko samanlagt að þá eru ríkisstjórnarflokkarnir í Reykjavík að þeir eru að auka vissi fylgi samanlagt í Reykjavík. Þannig að það er nú þannig myndin og í Kópavogi þá er Samfylkingin meira en tvöfalda fylgi sitt. Þetta var allt Viðreisn og það er samt sem áður mjög hóflegt fylgi, sko. Já, en þau eru Samfylkingin tapaði, Flokkur fólksins er dáinn. Samfylkingin hélt sínum mönnum en tapaði hans, það er alveg rétt. En það er, sko, ég hef engar sérstakar áhyggjur á þessu. Ég menna þið munið alveg þegar að Sjálfstæðisflokkurinn var sem stærstur í landsmálunum. Þá var Reykjavíkurlistinn á blúsandi ferð. Þá voru þau miðju og vinstri öflin á blúsandi ferð í Reykjavík. Þannig að þetta er oft svona, það er ekkit endilega samhengi þarna á milli. Og maður finnur það alveg að, þú veist, ég til dæmis sjálf horfi allt öðruvísi á nærsamfélagið heldur á landsmálin. Og maður er miklu meira að horfa á fólkið, maður er að horfa á söguna, maður er að horfa á það sem að fólki hefur gert og það sem verið er að leggja fram í nærsamfélaginu. Gauti B. Eggertsson talaði að það væri samhengi þarna á milli, það væri bara öfugt samhengi. Bent á að R-listanum hefði gengið best eftir að Davíð Oddsson flutti sig úr borginni í landsmálin og var þar náttúrulega mjög fyrirferðarmikill og að kjósendur höfðu einhvern veginn sagt við sjálfa sig, við skulum ekki gefa bæði veginn eftir. Já, það getur alveg verið sko, en við skulum ekki heldur gleyma því að Sjálfstæðisflokkurinn fékk ekkert frábæra kosningu síðast og það er alveg vitað að þegar að menn eru með svona öflugt baklandi eins og hann hefur að það var bara annarkvort héldu þeir áfram og minnkuðu sem var mjög ólíklegt að myndi gerast. Þeir eru að koma tilbaka. Þannig að ef þú skoðar sögulega fjölda sveitarstjórnarfulltrúa þá eru þau svona rétt við miðgildi svona þeirra talna sem hafa verið að dansa á milli lægsta gildi og efsta gildi. Þannig að það komir ekki tannilega óvart, en auðvitað kannski komir aðeins óvart að þessi hreini meirihluti í Kópavogi, en það er líka þessi dontregla sem að maður er því miður búin að þurfa að læra, að þú veist, þá getur fengið hreina meirihluti á 45%. Ég fann alveg í Garðabæ að Sjálfstæðisflokkurinn var á blússandi siglingu. Það var líka sett rosalega mikið fjármagn í þetta, maður fann það alveg, ég taldi bara okkur skilti að birting frá Samfylkingunni á móti hverju einni komu 4 frá Sjálfstæðisflokknum. Þú veist, menn lögðu mikið í þetta. Og það er kannski ekkit skrítið eftir það sem að gerðist í síðustu kosningum. Menn þurftu að sækja fram og verja. Þannig að það er bara þannig sko. Þú nefnir S-framboðin. Það er á einu stað á höfuðborgarsvæðinu þar sem að Viðreisn og Samfylking bjóða sameiginlega fram. Það er á Seltjarnarnesi. Undir S-lista. Undir S-lista en Viðreisn er ljóslega þann með. Hvaða reynslu taka menn að því? Það voru margir sem að veltu fyrir sig hvort að meirihluti myndi falla núna í fyrsta sinn á Seltjarnarnesi út af framboði Miðflokksins og svo þetta sameinaða framboð á vinstri vægnum en það dugði ekki til. Er þetta tilraun sem að menn munu ekki reyna aftur helduru? Ég bara skal ekkert segja til það. Þú veist, ég er ekkert það djúpt í svona ákvörðunum hverju fara saman. Þetta mismunandi eftir sveitarfélögum. En er þetta sem að Samfylkingin ætti ekki að hugsa Samfylkingin er uppalega kosningabandalag, ekki flokkur. Kosningabandalag fyrstu árin og síðan bara gert það nægilega vel til sem eins og hefðu bara hafið eitt flokk. Þetta var kosningabandalag 1 ár, áður en að flokkur var stofnaður, málega að segja. Þetta fór fram sem kosningabandalag 99 og verður stjórnmálaflokkur árið 2000, þannig að það er alveg rétt og það var einhver hólfaprókjör og eitthvað svona ef ég man þetta. Ég var nú unga að hugsa líkum aðra hluta á þeim tíma. En þannig að það er, ég skal ekki segja, ég er allavega að sjá það að flokkarnir, þessi sem eiga sögu og lengri sögu, þeir eru að fá fleiri atkvæði heldur en flokkar sem hafa verið svolítið að koma og fara. Píratar eru að hverfa, þú veist, vinstri græn er ekkert að ríða neitt feitum hesti frá þessu og þannig að svona flokkar sem hafa verið eins og flokkur fólksins og hverja getum við nefnt fleiri? Sósíalista og íhaldssama sósíalista og alls. Nei, þið vitið, þannig að maður sér alveg, það er smá trend og hefur að gerast og það er einhvern veginn atkvæðamagn er að fara frekar á stærri flokkana. Flokkur fólksins bauð fram á einum stað, það var í höfuðborginni, nær engu flugi. Hefur þetta eitthvað forspárgildi
stöðu flokksins? Er þetta svanasöngur flokksfólksins? Ég held að þau, ég veit alveg hversu erfitt það er að vera með starfsemi í öllum þessum sveitafélögum og ætla að bjóða fram í öllum þessum sveitafélögum. Það er bara hörku vinna og þú þarft að hafa töluverða sögu og mikið af fólki sem er að vinna þá vinnu og það er ekkit auðvelt að ræsa það upp. Og þannig að ég held að þau hafi ekkit verið neitt rosalega sterk á sveitarstjórnarstiginu þannig, það getur svona fundið fest rætur, þannig ég er ekki að sjá að það endilega skiptir máli, það eru meiri landsmálaflokkur. Þeir eru ekkert að fá miklu meira fylgi í sínum bestu könnunum þessa dagana á landsvísu, þannig að... Já, kannanir eru alltaf kannanir eins og við höfum séð og ég held að og sennilega langt í næstu kosningar, við vitum það þó ekki. Já, það er langt í þær. Ger ég ráð fyrir. Það kemur í ljós. Já, það verður þetta, stefnir allt í kosningar eða atkvæðagreiðslu í lok ágúst en við vitum ekki hvað gerist eftir það. Þetta verður mikið gjörningaviður kringum þjóðaratkvæðið. Ég byrju nafniði Stefán Pálsson, hann var nú að spáði að ríkisstjórnin hún myndi nú bara ekkit eiga langa lífdaga. Eftir það? Já. Það er, þú veist, þetta fólk er bara að vinna vinnuna og það er í verkefnunum og ég held að menn ættu nú svona, svo er bara skemmtu við hin okkur í að spá því hvort að verði, hvenær verði kosið næst. Ég hef ekki vonað því að það verði fyrir bara á réttum tíma, Þið heyrðu þessa spá hér. Já, við munum rifja þetta upp í desember þegar verður kosið. Þegar þú segir á réttum tíma, því að þú hefur nú reynslu að framböðum í þingið. Á réttum tíma væri þá í október. Eigum að halda okkur við þann tíma eða færa aftur til vors eða maður veit að þinglið er svona frekar á því að færa þetta aftur á réttum tíma að voru en ráðherrar... Þannig að kjörtímabilið er ekki alveg heil 4 ár. Já, en ráðherrar eru yfirleitt hinum einn að þetta ég verið sem allra reyngst. Ég hef svolítið, ég skal viðurkenna, ég hef aðeins svona flakkað á milli. Fyrst var ég alveg hörð á því, það bara leiðrétt þetta. Þú veist, svo var ég alveg, kannski er þetta íhaldssemin í mér sem er að tala svona að því að, þú veist, það eru kostur og gallar við bæði. Þú veist, þú getur verið með heilan þingvetur undir í kosningabaráttu sem getur örugglega orðið smá óþolandi fyrir fólki í landinu. Alltaf einhverju upphlaup út af hinn og þessu. Eða þá taka þetta svona að þú ert með bara haustið og þetta verður snarpara. Svo kemur ný ríkisstjórn og hún situr uppi með fjárlög síðustu ríkisstjórnar. Akkurat, það er ókosturinn, ég get alveg tekið undir það, þannig að það eru kostur og gallar við þetta og kannski þurfum við bara líka að fara þess í einhvern veginn finna leið til að gera kosningabaráttunar snarpari. Væri ekki kostur í því að þessi stjórn myndi springa á næsta ári bara upp á það að við verðum ekki með forsetakosningar og þingkosningar á sama ári? Er það ekki sjónarmið sem að þau mættu taka í reikningin? Já, ef það væri þá myndu þau bara gera það af tillitssemi en ekki að þau springa. Já, með yfirveguðum hætti, eins og annað. En förum yfir sveitarstjórnarstigið, við ræddum með Framsóknarflokkinn og þú segir hann sé ekki eftir þeirna og hreinu meirihluta á Höfn í Hornafirði, frækilegur sigur þar. Ég er að tala um heildartölurnar. Já, en ég bara nefna hérna dæmi svona þeirra stöðu, þeir líka styrkja stöðu sína að þeir virðist verulega í Hafnarfirði. Valdimar Víðirsson sem að það hefur verið bæjarstjóri síðustu 2 árin eða svo en þar er allt... En svo oft þá nýtur hann bæjarstjórastólsins. Já, væntanlega gerir hann það en gerir hann það núna, það virðist allt verið í háa loft til myndunar meirihluta. Menn gengu út frá því að hann og Orri Björnsson myndu halda sig við fyrirkomulagi. Þeir gáðu þannig að báðir mjög sterklega til kynna í viðtali hjá okkur og fóru síðan í að tala saman en það er maður veit náttúrulega ekki alveg hver atburðarásin var en manni virði sem sagt að eftir kosningarnar að Orri Björnsson sagði þá einhvers staðar eitthvað þá leið að hann liti svo á að í meirihlutamyndun þá var hið eðlilega að sá flokkur sem flest atkvæði hefði fengið að hann fengi bæjarstjórastólinn. Hann var að máta sig við bæjarstjórastólinn. Og Valdimar virðist hafa svona mislíkað þetta eitthvað en þau fara nú samt sem áður af stað og það síðan komið í ljós að Orri reyndist vera mjög eftirgefnilegur með þetta allt saman. Að þegar hann heyrði að Valdi var eitthvað full yfir því að missa jobbið og bara hann hefði gert ráð fyrir að fá þess laun áfram og að þá fyrst að prófa enn 2 og 2 ár, miskist að hefði verið spurt enn 3 og 1 og að lokum hafi Orri bara sagt, taktu bara bæjarstjórastólinn, ef það er vandamáli þá látu þið það ekki stranda á því og þetta er strax á mánudag. En svo gerist eitthvað skrítið og þetta verður eitthvað erfitt og Valdimar hættir að taka síman og það fresta fundum og alls konar.
síðan komið í ljós að hann var þá þegar farin að ræða líka við Samfylkingu og Viðreisn hið sama. Og þar gekk hann náttúrulega bæjarstjórnarstólnum nánast vísum, verandi stærsta flokknum og hann var að mynda þetta og þeir eru náttúrulega glæðir að komast í meirihluta. En þetta þykir ekki mjög gott sko, að vera að semja við tvo í einu, leika tveimur skjöldum vegna þess að mér ganga útræði að menn séu semja af heilindum, bara maður mann og Orri og hann alltaf búin að vera félagir í meirihlutanum í þennan tíma og allt þetta. En stóra spurningin svo, hvað gerðist vegna þess að síðan allt í einu þá kemur upp einhver panikástand, sjálfstæðismenn verða áskynja hvað að gerast og þá allt í einu kemur úr tilkynningum að þessi að fara að taka formlega meirihlutaviðræður við sjálfstæðismenn og það bara slítið við Viðreisn og Samfylkingu með SMS-i og allt í einhverju rosalegu pati. Ég veit ekkert það en mér segir svo hugur að einhver framsóknarmaður hafi pikkað í öxlina á mig og spurt ertu galinn? Og ég veit ekki sko hvaða framsóknarmaður það var en Lilja Alfreðsdóttir formaður eiginlega svo eina sem í stöðu til þess. Hún liggur sem sagt undir grunn. Meinarðu til galinn að halda áfram í... Galinn að vera að taka þennan snúning að Sjálfstæðisflokknum þarna að mynda óvænt meirihluta vegna þess að mér skilst þetta allt verið klappað og klárt, bara búið að raða niður nefndir og það átti bara að fara að skrifa undir þegar að allt innan kemur þetta babb í bátinn. En þá sem að hið augljósa það að ef hann hefði lýst yfir þar og þá bara að gefa út fréttatilkynningu og komið nýr meirihluti og dreifu kampavínnið þá gerist eitthvað í Reykjavík þar sem ekki byrjað að tala meirihluta en Einar Þorsteinsson sem eini fulltrúi Framsóknarflokksins þar hann á alveg séns á að komast í meirihluta. Hið sama á teningum í Kópavogi þar sem að Sjálfstæðisflokkurinn þráttur að með meirihluta í bæjarstjórn. Samstarfið við Framsókn gekk mjög vel og ég held að það sé bara vinátta þar á milli. Þannig að það reiknar flesti með því að þeir verði sko kippt inn með þó að þess þurfi ekki. Ef Valdimar hefði tekið þennan snúning af Sjálfstæðisflokknum í Hafnarfirði þá ég alls óvíst að Framsókn hefði komist inn í Reykjavík eða Kópavogi. Hefði það verið einhvers konar hefndaraðgerð af hverju hefðu menn átt að láta það trufla meirihlutaviðræður annars staðar? Vegna þess að ef menn hafa einhvern grun það að flokkurinn sé að véla í þessu þá segjum við bara, heyrðu, þið erum að taka snúninga á okkur. Við ætlum ekki að sýna ykkur eitthvað veglynd og vinsend ef þetta vinsendin. En Valdimar verður ekki bæjarstjóri, hann á leiðinni úr þeim stóli með þetta? Algjörlega. Svo neitt að ræða við hann? Það vill ekki tala við hann. Nei. Því að sko það var ekkert síður sko Samfylkingin og Viðreisn sem upplifðu bara svik þarna heldur en Sjálfstæðisflokkur. Já, og það kom fram í fjölmiðla, þetta var allt svona búið að vera rólegt, allir svona bara vera að fara að koma fréttir eftir nokkra daga og svo bara allir springur þetta upp. Og ég verði alveg að viðurkenna, þetta kom mér mjög óvart og það sem ég hugsaði var bara, eru menn eitthvað svona, þú veist, að því að auðvitað hefur þróunin verið svolítið að Sjálfstæðisflokkurinn í Hafnarfirði að fá hvað sína næstvestu útkomi í sögunni, tapaði síðast manni og tapaði aftur núna og yfir til Framsóknarflokksins. Hvort það væri eitthvað þannig, sko, eitthvað þannig núans. Svo heyrir maður að svo sé ekki og líklega vitum við ekkert það. Þetta eru skemmtilega fabuleringar. En það var rosaleg... En þetta var mjög sérstakt. Engar fabuleringar, ég hef bara mjög fínar heimildir fyrir... Já, ég meina hjá mér, sko. Ég að fabulera. Nú stefnir en þetta mjög sérstakt að því að mínu mati vegna þess að sko, ég man heldur ekki eftir því að sko, það eitthvað meira heldur en bara það að hann að vera að tala um einhvern annan. Við höfum nú séð annað eins í stjórnmálum. Að menn hafa svona verið að búa sér til einhverja stöður og eitthvað svona. En þetta liggur dýpra eins og Andrés segir. Þannig að þetta verður áhugavert að fylgjast með þessu að því að hann fékk mjög glæsilega kosningu. Hann fékk glæsilega kosningu en með öllu óbreyttu þá stefnir að Samfylkingin verði meirihluta í Hafnarfirði. Maður skoðar atburðarásina á kosninganótt og daginn eftir þegar Ingibjörg Sólrún ákvað að sparka í liggjandi mann í Hafnarfirði Guðmund Árna og hann bregst við og segir af sér bæði sem varaformaður flokksins og sem oddviti. Núna þegar að flokkurinn að komast í meirihluta, getur hann bakkað með þessa ákvörðun? Nei, ég held að hann gerir það nú ekki. En þetta voðalega, ég hef unnið með Guðmund Árna frá 2003. Þá fór ég sem 28 ára gömul stúlka, ég ekki að segja það, í framboð og inn á þing með Samfylkingunni og hann var þá oddviti.
og þetta algjörlega frábær maður og hann ósalega hvetjandi og hann einn af þeim sem dettur aldrei í meðvirkni og í böngarinn, hann svo fljótur að rífa mann út úr því og svona gríðarlega góðu félag. En ég var mjög leið á svona, það var kannski, fannst mér það erfiðast við kosninganóttina, af því að svona heilt yfir gekk þetta vel, mér fannst það erfiðast. Hvað var hún að fara hún Ingi? Hvað þetta? Þetta eitthvað persónulegt að milli? Ég veit ekki, hvort ég vona að þetta hafi bara eitthvað verið í hita leiksins, því ég hef ekki haft neina vitneskju að vera eitthvað á milli þeirra og hún bað hann afsökunar. Og ég ætla að leyfa bara að hita kosninganætur að líða. Og hún bað hann gerði þetta afskaplega vel. Hann gerði það og hann hefur gert þetta, þetta mjög típiskur hann. Þetta var gert að miklu reist, en ég velti við með hversu persónulegt þetta vegna þess að eftir að hún biður hann afsökunar, þá fer hann í viðtal sjónvarpsfréttir og hann spurður út í þetta og hann eiginlega svona hreytir í hana tilbaka. Hann var ekkert að taka þessu bónorðinnar mjög blíðlega. Nei, ég tek vilja fyrir verki og hún bað hann afsökunar og ég segi líka að þetta var ekki fallega sagt. En hún bað hann afsökunar og ég ætla ekki að dæma fólki, ég hef lent í að segja eitthvað hluti sem ég ætla ekki að segja og við höfum öll lent í því einhvern tímann. Þannig að svona gerist bara og en hann, ég á eftir að mun sjá mjög á eftir honum, en hann verður áfram varaformaður fram að flokksstjórnarfundi. Hver tekur við sem varaformaður? Ég veit það ekki. Jú, veist alltaf. Nei, ekki hugmynd. Ætlar þú að bjóða þig fram? Nei. Ég bara svona, hvað var að segja, ég hugað innra-starfinu og að hjálpa til, en ég ætla mér ekki neitt frekari fram að í stjórnmálum. Hver eru líklegir? Það fullt af flottu fólki þarna á vettvangi og ég vil ekkert úttala mig það. Ég ætla að segja líka annað, það sko við buðum fram á 19 stöðum. Af þeim 19 sveitarfélögum voru 18 oddvitar nýr. Og þannig að það að koma upp með mikið nýju fólki og það getur vel verið einhverja... Þú kippir þeim ekki upp í varaformaðsstólinn? Nei, en já þó, ég meina það getur alltaf gerst, annars hefur nú gerst. Já, en ekki með neitt sérstaklega reynslu. Já, en þú veist, við sjáum bara til. En þó að fólk hafi ekki reynslu í oddvitastarfi að þá það reynslu annar staða frá. En það eru fylkingar innan... En ég veit ekki, svo fullt af fólki í þingliðinu líka, ég meina, einhver að tala að væri hefð að þetta væri á setjastofnarstiginu. Það alveg beggja bland, sko. Það hefur verið upp og ofan. Ég meina, ég og Árni Páll vorum formaður og varaformaður og vorum bæði í þinginu og meira sér í sama kjördæmi, sko. En það eru fylkingar innan samfylkingarinnar og Kristrún tók hérna ákveðnum hópi, hún slátraði Helguvölu og Oddnýju Harðar og það svona hópur þarna sem að telur sig eiga ýmislegt óuppgert við hana. Megum við sjá, eða ég vona því að sjá varaformans slag þar sem að þessar fylkingar koma upp á yfirborðið? Ég tek ekki eftir þessum fylkingum þar sem ég á sveimi í flokknum og auðvitað verður stundum ólga í tengslu við mannabreitingar og flokksval og eitthvað svona, en það ekki svona línur. Ég hef upplifað þessar línur í flokknum og þær eru ekki á ferðinni núna, allavega ekki í einhverjum stórum stíl. Þannig að ég nú ekki að sjá neitt þannig í kortunum. En blasir ekki við að þetta einstakt tækifæri fyrir Dag B. Eggertsson til þess að rétta sinn hlut? Ég meina, hann hefur verið bara settur til hliðar af formannunum í bara alls konar skilningi, eiginlegum og óheilingum. Aukalekarinn? Hann hefur ekkert verið settur til hliðar. Dagur Hún kallaði hann aukaleikara, sjálf. Þannig að þú getur ekki sett menn meira til hliðar í pólitíka en með því. Já, ég meina, ég bara, þú veist... Þegar fyrir borgarstjóri kemur og segir, hann aukaleikari. Satt. Já, en hann ekkert hliðarsettur. Hann í allskyns verkefnum fyrir flokkinn. Hann ekki þingflokksformaður. Hann þingflokksformannska það stærsta máli. Hann var varaformaður fjárlaganefndar sem gríðarlega mikilvægt embætti. Hann í stóru verkefni tengt utanríkismálunum núna og þannig að hann í mjög stóru málaflokkum, þú veist, ríkisfjármálunum og utanríkismálunum. Þannig að ég sjálf til dæmis hafði aldrei áhuga á því að vera í stjórn þingflokks þegar ég var í þessu. Ég vildi frekar vera í formennsku nefnd eða taka með málaflokka og halda utan þá fyrir flokkin og hann að gera það og gera það vel. Þannig að það getur ekkert talað að hann sé eitthvað hliðarsettur í því. Nei, en formaðurinn að minnskosti ekki að gera neina greiða og það núningur þarna á milli og hann telur náttúrulega sem fyrrverandi borgarstjóri og að hann ætti að hafa meira að gera og hann náttúrulega einn af okkar reynslumestu og ég myndi nú segja bara með snjallari stjórnmálum. Já, hann það og það mjög vel metið í flokknum og það mjög vel nýtt og hann þetta ein af stóru persónunum í stjórnmálunum síðustu 20 árin
og það reynsla sem ómetanleg í ungum hópi eins og Fórista og þinglið flokksins núna. Þannig að þú var að styðja Dag til varaflokksins. Ég er ekki byrjað að hugsa þetta, skiljiði. Ég er ennþá bara að vona Guðmundur Árni, þú veist, haldi bara áfram með eitthvað, sko. Ég er ennþá að syrgja hann. Ég skil ekkert í mér að hafa farið að ræða þessi varaflokksmála því að við erum að ræða sveitarstjórnarstigið. Nei, og ég fannst í smá innigróðina. Heyrðu, Reykjavík, kannski áður koma því, í Mosfellsbæ vann Hilmar Gunnarsson fyrir kollegi okkar hér á Morgunblaðinu sigur fyrir hann Sjálfstæðisflokksins. Hann í viðræðum við Gylfa Þorsteinsson í Viðreisn. Við erum að heyra ávæninga því að það hallist í þá áttina á vettvangi höfuðborgarinnar líka. Að Hildur Björnsdóttir sé með einu öðru móti að leita leiða til þess að mynda meirihluta með Viðreisn og Framsóknarflokki. Það kemur mér ekkert á óvart með hvernig hún rak kosningabarátuna. Hún staðsetti flokki svolítið á miðjunni. Þetta var breið barátta, málefnilega, þannig og það virkaði. Þannig að það kemur manni svo sem ekkert á óvart og málefnagrundvöllurinn svona býstna kannski svona svipaður á mörgu leyti. En svo veit maður aldrei, svo snýr þetta líka að því bara hvernig þessar viðræður fara og hvernig kemistriðan og allt það. En ég ætla samt að segja að því maður má líka hrósa. Og það að mér finnst hún svolítið svöl, sko. Hún heldur þeim öllum einhvern veginn á tánum. Það allir einhvern veginn að bíða eftir símtaluna frá Hildi og mér finnst hún sýna rosalega styrki gegnum þetta, sko. Og ég var alveg hrifin af henni í þessari kosningabaráttu. Það sást alveg mikil reynsla. Og svo fannst mér líka svolítið smart þetta strax slagorð. Skemmtileg markaðssetning. Mjög skemmtileg, en hins vegar getur hún líka snúist, skilur í hináttina, að fólk fyrir að verða þar að leiðandi óþreyju fyllra yfir því að fá loforðin í framkvæmd og fara að sjá árangurinn af þeim, sko. Þannig að þetta getur alveg spila... Ég veist að Ari, Einar og Björg séu bara að spyrja sömu spurningar. Sagðir ekki strax? Einmitt. En þetta er samt svona, vitið það, mér finnst heldur ekkert endilega allt svona að gerast ykkur rosalega hasti. Vika er ekki langur tími í svona lögum, menn er að gera kröfu til þess að þetta líki allt bara klappa á klapp fyrir eftir 3, 4, 5 daga. Andrés, hvað... Þetta er hörku vinna, koma svona saman og gera vel. Þetta er stór mál og sérstaklega ef að menn eru með fyrirheitum mikla breytingar. Hvenær verður komin í meirihluta og hvernig verður hann? Gaman að ég geti bara greint frá því hér og nú. Síðast þegar ég náði að tala við Hildi af einhverju viti þessi málu, að ég fekk ekki ráðið af henni annað en að hún væri bara mjög óráðin það hvert leiðin lagi. Hún sá ýmsa kosti við hvert þessara flokka og þessara fólk sem hún er að tala við. En sömulegis sá hún líka ýmsa ókosti. Bæði gagnvart þeirri verkáætlun sem hún hefur sett fram og leggur mesta áherslu á, en líka bara í svona hinu stærra samhengi eða hvernig fólk getur rekist saman. Oddvitarnir, það virðist bara fara ágætlega á með þeim og ég held að hún geti náð vel saman við hvern þeirra sem væri og engar sérstakar ágjörð. Hún náttúrulega þekkir þetta fólk meira og minna, kannski helst að kynnast Ara, en Ari er afskaplega þægilegur maður eins og við þekkjum og þannig að það á ekki að stranda á einu eða neinu þar. En það eru mjög erfiða spurningar sem hún þarf að velta fyrir sér. Það ef hún talar við flokkinn og mynda bara 2 flokka meirihluta, þá alls konar fólk eins og Kata var að minnast á sem að velti fyrir sér býtu allar þangað. Við heldum að vera að gera því einhvern veginn meira á miðjunni eða eitthvað slíkt. En að samaskapi ef hún fer að tala við Viðreisn, og ég gleymi því ekki að Viðreisn náttúrulega upphaflega afsprengi úr Sjálfstæðisflokknum, en sannlega fáir flokkar sem tala meiri beiskju í hans garð í dag. Sama Viðreisn og útilokaði Sjálfstæðisflokkinn fyrir 4 árum og heldur mann vel eftir. Þarna eru alls konar vandamál sem erfitt að eiga við fyrir Hildi, en hún þarf líka að hugsa kjósendur sína. Hvað vildu þeir? Þeir vildu breytingar og hver eru líklega til þess að koma á þeim veigamiklu breytingum sem hún þarf að koma í framkvæmd. Þegar að Samfylkingin búin að ráða lögum og lofum í borginni nánast óslitið í næstu 30 ár. Það bara margt og það verður erfitt að snúa við mörg af því, en sumt af því algjörlega óhjákvæmilegt.
Hvernig ætlar hún að gera það allt saman ef það eru einhverju sem vilja fara hægar í það eru lengra til vinstri eða svoleiðis. En ekki meiri samhljómur í þessu efni milli Hildar og Ara heldur en Hildar og Bjargar? Jú, til dæmis varðandi samgöngumál? Jú, alveg. Ég heyrði nú ekki einhverjar uppbeigur hjá Sjálfstæðisflokknum í Reykjavík í þessari kosningabaráttu. En maður bara fer í alvörunni í gegnum þetta. Það var ekkert verið að bóða einhverja svakalegar uppbeigur. Það var svona núansar. Ég þeirra bóða mikið niðurskurð í samgönguáætlun. Í samgöngunum sko. Það var ekkert einhverjir ofsalegir Hildur hefur ekki viljað samþykkja samgöngusáttmála. Þau vilja til þess fara með Miklubrautagöngin í einkaframkvæmd og því hafa margir hinna flokkana mótmælt mjög hastarlega. Já, það kann að vera, það svona stórum dráttum var þetta ekki einhver hörð hægri pólitík sem var rekin í þessari kosningabaráttu. En Hildur þarf líka að hugsa það, sko, ég meina vissulega Reykjavík einhvern veginn lengra til vinstri að kjósendur þar heldur en almennt á landinu og bara í nágranna sveitarfélagi. Hún náði 33% atkvæða þarna sem að nú bara dágott, en sko það ekkert óskaplega mörg ár síðan að það var á þessari öld sem að Björn Bjarnason náði 40% þarna. 42. Þannig að það nú eitthvað sko hugsanlega sem hún vil fara að miða við. En hún getur líka hort á þessar kosningar vegna þess að ef þú skoðar, sko Sjálfstæðisflokkurinn sá flokkur sem býður víðast fram á landinu. Ef þú lítur á þau sveitafélög og árangurinn sem Sjálfstæðisflokkurinn náði þar, það 37%. Þannig að sko hún var ekki að ná allri þessari sveiflu. Spurningin þá svo að þegar hún fer fram, sko, vill hún taka sénsinn einhvern veginn á því að ásýnd nýja meirihlutans sé ekki þekkileg kjósendumenn núna eða vill hún vonast þess að hún getur fengið fleiri næst. Þetta eru rosalega erfið mál að taka á. En ekki Ásdís Kristjánsdóttir og hennar stór sigur í Kópavogi, hann ekki svona þess að í lokdags best fyrir stjórnmálamenn að láta dæma sig af verkum sínum. Ef þú kemur breytingu til leiðar sem að fólk finnur fyrir á eigin skinni, þannig að þjónustan batni eða reksturinn sé betri, að þá uppskerðu í kosningum. Jú, en það nákvæmlega það sem að Hildur hefur hamrað á og hún hefur sagt það við mig bara að það að verkunum sem ég verið dæmt og einhver sko dyggðardans fyrir aðdáðandur tiltekinna stjórnmálaafla, hún getur ekki verið að stilla sig saman við það. Já, en þau eru samt settu fram rosalega mikið af loforðum og það alveg rosa áskorun að gera það sko. Ég meina, hvað var þetta margra atriða loforðalisti sem hafa laðið fram og átti að vera svo aðgerðaáætlun strax verkefni. Sem svipað og eins og Ásdís gerði í Kópavogi fyrir 4 árum. Já, en þú veist, það alveg snúið að gera þetta og þá þarf að velja vel með hvernig þú ferð sem þá raunverulega til í þetta. Af því að í lokdags þá hún ekki að fá hreinan meirihluta og hún þarf að vinna með öðrum og þau þurfa að vera til í það. Þannig að annars munu þessi loforð eltana eitthvað inn í framtíðan. Þetta bara þannig að við séum sanngjörn. Þá þetta oft býsna snúið þegar þú ert að mynda meirihluta með flokkum sem að skiptir ekki máli hversu nálægt þeir eru. Þú veist, það allir með sinn prófið. En maður heyrir ekki hinna flokkana þeir eru ekki gera athugasemd við verkaaðalana hjá henni. Það frekar einmitt að þeir eru með aðrar hugmyndir eitthvað sko samgöngusáttmála eitthvað slíkt en hvað sjálfa verkaaðalana var ekki svo mikið og kemur alltaf upp þessi furðulega staða, ég meina Sjálfstæðisflokkurinn sætti útilokun 2, 3, 4 flokka fyrir 4 árum. Í dag þá vinstrið að hringja og spyrja, heyrðu, megum við vera með? Það svolítið annað. Sjá hvað ég fljóta að gleyma, ég löngu búin að gleyma þessu sem gerist fyrir 4 árum. Andri sem svo fíll en hann gleymir engu. Hann gleymir engu. En staðan á stjórnarheimilinu í þinginu, þjóðaratkvæðagreiðslan í lok ágúst, getur það spilað inn í ákvarðanir þessu tagi? Getur Viðreisn og Sjálfstæðisflokkur, geta þessi flokkar unnið saman í borginni ef að það logar alltaf núna milli í þinginu og í raun á þjóðarsviðinu? Getur Hildur treyst Viðreisn með núverandi formann Viðreisnar í þeim ham sem hún er? Ég meina, það eru meirihlutamyndanir á sveitarstjórnarstigi alls konar og við erum að sjá til dæmis Samfylkinguna að fara með Sjálfstæðisflokki í viðræður og nokkrum sveitarfélögum. Já, en Þorgerður, Katrín og Kristrún, þær beittu sér gegn því að nýr meirihluti yrði myndaður í borginni
þegar að hann springur undir stjórn Einars Þorsteinssonar. Já, ég veit ekkert það. Þorgerður og Kristrún hafa verið með puttan. Það fer tvennum sögum af því. Helga Þórðardóttir var kölluð til fundar í stjórnarráðinu. En hvað kemur það þessu við núna? Ég er að velta fyrir mér, ef að Þorgerður og Kristrún hafa verið með puttana varðandi stjórnarmyndun á þessu kjörtímabili, þar að segja síðastliðnu kjörtímabili, getur Sjálfstæðisflokkurinn treyst í að Björg Magnúsdóttir undir forystu Þorgerðar Katrínar verði heil og sönn í því að þau muni ekki á einhverju tímapunkti sem að henda Hildi Björnsdóttur illa, sprengi bara meirihluta. Þetta er SIKO-flokkurinn. Þannig að hún hrökklist úr borgarstjórnarflokkunum. Þetta eru 3 ólíkir flokkar sem eru saman í ríkisstjórn, í landsmálum, sem eru önnur verkefni, annað agenda. Það sem að gera síðan á sveitarstjórnarstiginu er allt annað og ég meina heldur þú að við sem erum í Samfylkingunni höfum eitthvað verið grátandi við því þegar hún lýsti því yfir Björg að hún síðasti maður sem myndi hringi væri Pétur Marteinsson. Nei, við gerðum það ekki. Helga Þórðardóttir. Hún var bara hún er í sínu prógrami í sveitarfélaginu Reykjavík. Helga Þórðardóttir var búin að mynda nýjan meirihluta í borginni þegar valkyrjurnar grípa inn í atburðarásina og komið vekk fyrir að sá meirihluti verið að veruleika. Það er ekkert sem að bendi til þess og mér finnst það hvernig hún hefur talað Björg, þá vildi hún frekar vinna í þessa átt. Þannig að ég meina það kemur ekkert óvart að svo yrði og ekki mun ég sitja heima og gráta það, þetta er sveitarstjórnarmál og það er bara það sem kemur upp á kössunum, það er líka verkefni sem er á borðinu og hvernig menn eiga saman í þeim sem að þetta gengur út á. Þú hefur skrifað 1 eða 2 fréttur. Þeir eru alltaf svona, hvað að segja, þeir farið aðeins svo djúpt, kannski það djúpt að þeir farið fram hjá aðalatrán. Við erum í djúpköfun alla daga við Andrés. Þekktir við köfunarréttindi á 200 metrana. Heyrðu, hvað Andrés, með þjóðarsviði, heldur að það hafi einhver áhrif á, eru menn að spegla landsmálin og sveitarstjórnarmálin sérstaklega út í höfuðborginni með þessa 140.000 íbúa? Ég held að höfuðborgin reyndar hafi sérstakt vægi í þessu af því að borgarstjóraembættið það er annars eðlisheldur en eiginlega öll önnur pólitísk embætti í landinu. Þannig að allt skiptir það máli og ég held að menn þurfi líka að horfa á þessar flekarhreyfingar í stjórnmálunum sem að eiga sér stað. Ég meina það blandaðist engum hugur það að niðurstaðan hjá Samfylkingu að var mótdræg forsætisráðherra sem hafði beitt sér mikið í kosningabaráttunni. Það er engin að álása Þorgerði Katrínu af því að hún var ekkert að blanda sér sérstaklega í hana og bara þannig að það er svolítið mismunandi bara eftir hvað mér kjósa að gera með það. En einmitt af því að það er þessi Evrópukosningar væntanlega að fara að koma og ríkisstjórnin hefur ákveðið að gera það að svona þessu stóra máli kjörtímabilsins. Auðvitað hefur það áhrif líka og menn sjá svona hvernig það er aðeins að koma meira nervositet upp í því inni eða hjá stjórnarliðinu. Það var nú eitthvað skrítið ef mitt Sjálfstæðisflokkurinn kissi bara ekkert að notara sér það eða. Þannig að jú, ég held að það muni skipta máli en það verður ekki aðalmálið. Kemur Kristrún ekki... Þar fyrir utan, fólk verður bara að vera ábyrgt. Ég meina, þannig verður að fást við málefni Reykjavíkurborgar. Og það eru, ábyrgir stjórnmálumenn ekkert að blanda inn í einhverjum intrigum annar staðar. Þú ert með þitt prógram, þú ert með þína kjósendur. Gerðu það síðast. Og það er bara þannig. Kemur Kristrún ekki lösku frá þessum kosningum í ljós þess hvernig hún beitti sér? Hún fór í Ölfus á ráðherrabílnum og var að reyna að hrista upp í hlutunum þar. Hún beitti sér af alefli gegn Ásdísi Kristjánsdóttur sem stendur með pálmann í höndunum. Er þetta ekki ægilegt fyrir forsætisráðherra? Bara alls ekki. Það sem hún gerði var það sama, hún er búin að gera síðan hún var formaður, hún fer hringinn í kringu landi nokkru sinnum á ári, vinnur með sínu fólki þeim baráttu sem þeir eru í. Hún beitti sér sérstaklega gegn Ásdísi Kristjánsdóttur. Hún gagnrýndi 2 sinnum. Hún fór ekki hérna af alefli. Hún hélt blaðamannafund 2 sinnum tók hún Kópavog sem dæmi gjaldahækkun í leikskólagjöldum sem að okkur hugnaðist ekki. Aðeins stóristari var hún reyndar. En það er bara, menn þurfa að þola líka smá gagnrýni. Já. Og mér sýnist Ásdís hafa gert hún gerði það og það má heldur ekki gera það lítið úr Ásdís eins og mér finnst margir tala eins og að þetta hafi verið eitthvað make or break fyrir hana. Sennilega skilaði þetta hreinu meirihluta. Nei, hún stendur fyrir sínu. Heldur þú að Ásdís hefði ekki náð þessu þó að forsætisráðherra hafi... Ég held hún hefði ekki náð hreinu meirihluta. Já, það finnst mér... Mér finnst hún ekki gera nógu... Mér finnst þú gera svolítið lítið á þinni konu. Nei, minni konu. Ég held að hún hefði verið og væri núna í meirihlutaviðræðum við Orra í Framsóknarflokknum. Já, ég er ekki viss um það. Ég er alveg upp í Kópavogsbúð. Ég var búin að finna þessa siglingu á henni,
og það oft þannig að við höfum í gegnum tíðina leitað í sterku leiðtogana og Kópavogsbúarnir og muni eftir Gunnar Birgisinni og svo framvegis og hún sterkur leiðtogi og ég fann þetta. Ef þú segir hún hafi farið landi, Kristrún var aðal efnið í auglýsingunum, í sjónvarpsauglýsingum var það Kristrún sem talaði til fólksins en ekki frambjóðendur. Pétur Marteinsson, hann var ekki eins og í fókus á myndunum fyrir aftan. Það var ákveðið að hún myndi senda svona síðasta sólarhringi sendum kveðju þar sem hún hvatti almennt til þess að yrði kosið landið. Því við vorum í 19 framboð, 6 af þeim voru ný, fullt af nýjum oddvitum og hún var bara sem formaður flokksins að vekja athygli á framboðunum. Það voru fullt af öflugum oddvitum á landið og hún var sýnilegri sumstaðar en annar staðar og það bara eins og það Þar sem hún var sýnilegri, fekk Sjálfstæðisflokkurinn hreina meirihluta. Já, sko, meira en tvöföldu við fylgja okkar í Kópavogi. Ekki gleyma því. 18%. Meira en tvöföldu, við úr 8%. Jónas Már Torfason kynnti sig sem bæjarstjórefni, sko, hann fekk 18%. Þetta auðvitað algjört afhroð. Þetta ekkert afhroð, að meira en tvöfalda fylgi sig. 18%. Hann var að endurheimta fylgi sem að vinnir Kópavogs hirtu síðast. En ég meina, eigum við þá ekki að segja þessi Þeir voru með 2, þannig að hann var nú ekki En eigum við þá ekki að segja, þetta bara eins og, þú veist, þetta sko, við lítum á þetta út frá þaðan sem við komum. Það alveg rétt og þá getum við líka sagt að þessi bylgja með Sjálfstæðisflokknum núna sé ekkert annað en að menn séu svona eitthvað að skríða tilbaka. Við getum alveg túlkað allt svona fram og tilbaka. Það sem að ég hins vegar mjög svona, við skulum gefa fólki það sem stígur inn á sviði splunkunýtt í þessu og nær þó að tvöfalda fylgi sem var í 8% í Kópavogi, gefa þeim það. Að þau hafa unni fyrir. En það voru þau gríðarlega öflug. Þannig að þú veist, þetta bara eitthvað svona þras einhverja tölur. Ég held að fólk getur bara séð þetta líka. Til þess voru þið boðuð hingað, það var til að þrasa tölur. Ég held að við að tala eitthvað skemmt, að líta á þetta svona skemmtilegum augum. Nú erum við að þrasa eitthvað svona. En veit þið hvað mér finnst svolítið gaman? Þessar upplýsingar eru bara líka orðið svo aðgengilegar. Og ég búin að vera, ég viðurkenna það, ég ætla ekki að gera það, ég búin að vera svona að standa með að kíkja inn á MBL og RÚV og vera svona að fletta í alls konar sveitafélögum. Og af því að það áhugavert að sjá hvað að gerast í kringum okkur og hvernig þessi þróun og þetta liggur bara alltaf núti, þessar tölur þarna. Kristrún og kosningarnar, við erum að sjá forsætisráðherra Bretlands róa lífróður eftir að hafa tapað sveitarstjórnarkosningunni þar í landi. Hefur þetta engin áhrif á hana? Þetta bara leyst svona á mánudegi? Nei, ég held að þetta hafi áhrif á hana líka því að það sem kannski skiptir máli í þessu er að horfa á hvernig Kristrún hefur komin í stjórnmálunum sínum tíma. Að hún kom inn þar bara í hvítum klæðum, sko, hafði ekki komið nálægt stjórnmálum áður, þannig. Og hún sækir sífellt í sig veðrið og hún bara breytir samfélkingunni á nánast nokkru vikum. Og hún vinnur síðan talsverðan sigur, ég veit að hún vildi fá meira en þetta var ágætt. Fékk rúmlega 20%. Og hún verður forsætisráðherra. Þannig að hún alltaf að sækja fram. Ég held að þetta séu fyrsta pólitíska mótlætið sem einhverju skiptir fyrir hana. Og það sem ég hef skrítið því að það var óþarft. Hún þurfti ekkert að blanda sér í þennan slag. En hún kaus að gera það. Hugsanlega vildi hún að samfélkingin sæjist vinna einhvers staðar betur heldur en skoðanakannanir bentu til og auðvitað með það í huga að Reykjavík væri einhvern veginn að tapast. Það blast alveg við öllum. Þannig að hún fer inn í þetta en hvað ætla hún að fá út úr því? Ég ætla bara aðeins að segja þetta. Við héldum 5 fulltrúum í Reykjavík. Það ekkert afhróð neinstæðar í gangi. Héldum 5 fulltrúum í Reykjavík. Við tvöföldum okkur í Kópavogi. Við erum komin inn með mann í fyrsta sinn í nokkur tíma í Garðabænum. Það bakslag í Hafnarfirði og það var svona fyrir mig persónulega sem ég nefndi hér áðan kom það mér aðeins og óvart og þótti það leitt. Annars staðar þá bara svona sigling upp, mismikil, það ekki eitthvað svona rosa sving en það sigling upp. Fulltrúum fjölgar, 19, fulltrúum fjölgar, við erum komið 38 sveitarstjórnarfulltrúa En þú nefnir þetta sérstaklega með... og við erum komið fyrir ofan í fylgi
á sveitarstjórnarstiginu erum við komin fyrir ofan Framsóknarflokkinn sem að hefur, ég man ekki hvort að það hafi gerst áður í sögunni. Þannig að ekki, þú veist, við getum alveg talað að sumstaðar gekk kannski voru væntingar meiri, en við þurfum samt að vera fair. En talandi að taka gagnrýni, sko. Í Kópavogi var reitt gríðarlega hátt til höggs. Forsætisráðherrann beitti sér á þessum blaðamannafundi, það var engin tilviljun. Jónas Már Torfason var þar við hliðinar, hann hefur verið vonarstjarnan, hann var bæjarstjóraefni fyrir Samfylkinguna og þó að menn tvöfaldi fylgi eftir þessar skrýtnu kosningar síðast þegar að Vinni Kópavogs buðu fram, að þá þetta blaut tuska í andlitið að landa ekki meira en 18% og að það hreinn meirihluti sem að höfuðandstæðingurinn nær. Ef að menn ætla að lesa eitthvað annað í það, þá þú veist með splunkunýtt fólk á listanum. Það hefur nú bara oft virkað mjög vel. Ég meira þannig að ég mjög hrifin af því hvernig þetta að vinnast. Það svona segla í mannskapnum og það svona sig upp á við. Og það nú oft talað það að það getur nú verið meira lán í því heldur en einhverjum endalausum stórsveiflum fram og tilbaka. Þannig að það sig upp á við og það sem eins og ég nefndi áðan, þá finnst mér líka eftirtektavert og ánægilegt að sjá vöxtinn í sveitarfélögum þar sem við höfum ekki sögulega verið sterk út landið allt. Og þannig að það að gerast og það ákveðið heilbrigðismerki á flokknum og það út af því kannski að Kristrún fer eins og hún mjög ósérhlífin og hún fer landið aftur og hittir allt þetta fólk og hittir grásrótina sem að vaxa víða land og það ánægilegt. Og við höfum bara fagnað því öll að það sé gerjun í pólitíkinni, það sé almennilegt fólk sem að gefi sig í þetta og það sé líka tekist á hugmyndafræði. Af því að ef við tökumst ekki á hugmyndafræði, þá erum við stopp. Sko. Þá erum við stöðnuð. En ekki stóra niðurstaðan svo að þetta voru glæsilega kosningar, við erum með heilbrigt og öflugt sveitarstjórnarstig og það ótrúlega hvað að teksta manna þetta vel? Ég bara sammála því. Fjöldinn sem í þessu, sko, þetta ekkert smáræði. Kjörsóknin var meiri. Já, kjörsóknin jókst, akkurat. Við komumst ekki yfir fleiri sveitarfélög, þetta orðið langt og strangt hjá okkur og við erum búin að ræða væntanlegt varaformannskjör þitt í Samfylkingunni og sé hvað meira. Ég has-been, Stefán. Nei. Það ekki að segja ykkur Tjörnes? Tjörnesið, það lá allt skýrt fyrir þar alveg frá 2018, það get ég sagt ykkur. En Andrés Magnússon og Katrín Júlíusdóttir, ég þakka ykkur kærlega fyrir spjallið. Takk kærlega. Við erum hins vegar ekki hætt vegna þess að hér handa við hornið samtal mitt við tvo öfluga hagfræðinga, Ernu Björgu Sverrisdóttur sem aðalhagfræðingur hjá Arion banka og Konráð Guðjónsson sem hagfræðingur og ráðgjafi og ætlum að fara yfir nýjustu tölur frá Seðlabankanum sem var að hækka stýrivexti núna miðvikudaginn. Fylgist þið með. Hvern langar þig að hitta í dag? Pennin Eymundsson. Vantar þig bílavaraluti? Á Poulsen.is finnur þú bílavaralutina út frá bílnúmeri. Velur viðeigandi varaluti og pantar. Við sendum all land. Poulsen.is. Unikonta öflugt bókhaldskerfi í skýinu. Einfalt í notkun og býður upp á endalausa möguleika. Unikonta.is. Lexus RX. Komdu og reynslögtu RX 450h Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnaleg upplifun. Lexus Kauptúni. Komið sæl að nýju. Við þökkum Andrési Magnúsinni og Katrínu Júlíusdóttur fyrir þeirra áhugaverðu yfirferð. Það alltaf að gerast í pólitíkinni, en þá líka við hagkerfið íslenska. Það margt í gangi þar. Og ég hef fengið til mín tvo góða gesti til að fara yfir stöðuna. Það eru þau Erna Björg Sverrisdóttir, aðalhagfræðingur Arion banka og Konráð Guðjónsson sem hagfræðingur og ráðgjafi. Velkomin bæði tvö. Takk fyrir. Við sátum fund í Seðlabankanum á miðvikudaginn. Þú varst vant við látin, væntanlega fylgjast með þessu gegnum vefútsendingu. Ég var með þetta í eyrunum og svo fylgdist ég með síðustu mínúturnar. Já. Seðlabankinn hækkar stýrivexti, þetta þvert á það sem við höfum vonast til þess að myndi gerast en þetta var viðbúið eins og hlutirnir hafa þróast. Það kom engum óvart að Seðlabankinn skyldi hækka vexti nú það? Nei,
Það voru allir búin að gera ráð fyrir að vextir yrðu hækkaðir. Valið stóð svona, ef maður las greiningar fyrir ákvörðunina, þá virtist þetta vera svolítið tvísýnt hvort að nefndin myndi kjósa að hækka vexti 25 punkta eða 0,25% eða 0,5%. Valið er að taka þannig minna skref í rauninni og það kannski í sjálfu sér kemur ekki á óvart að nefndin hafi valið það. Ég held að svona alla jafna hafi greiningardeildin að vera að gera ráð fyrir því. En það sem kemur hins vegar á óvart og ef ég tala bara út frá sjálfur mér, maður las þessa yfirlýsingu sem kom frá nefndinni og hún var mjög svona mjúk. Það var verið að tiltaka frekar þá svona rök fyrir því að það þyrfti að taka lítil skref, að væri ekki endilega nauðsyn að taka stór skref. Núna bara væri mikil kólnun í hagkerfinu og það var að hægja verulega á. Hagkerfið væri komið í slaka. Svo skoðum maður nýja spá Seðlabankans, þegar þeir birtu samhliða þessu, þá birtu þeir nýja efnahags- og verðbólguspá. Og þá allt í einu Seðlabankinn búin að tylla sér á toppinn hvað varðar verðbólgu þróun núna út árið. Þau eru að spá mestu verðbólgunni, ef við skoðum sérstaklega á seinni hluta ársins, að þá eru þau, ég mig grunar þetta sé hátt í heilt prósentustig sem þau eru yfir öðrum greiningaraðilum. Þau eru að gera fyrir 5,5% verðbólgu á fjórða ársfjórðungi. Þá fannst manni dálítið skrítið að færa ekki alveg saman hljóðumynd að þau var að birta svona spá og vera samt þetta í rauninni mjúki máli á fundinum og í yfirlýsingunni sjálfri. Þess að hefðu annarkvort átt að stíga fastan eða fætt í yfirlýsingunni eða hreinlega að hækka vextina meira miðað við það að verðbólgan verði á þessum slóðum? Já, ég allavega, við ræddum saman nokkru greiningaraðilar þarna og við ræddum saman á fundinum að við vorum alls sammála það ef við hefðum haft þessa spá Seðlabankans fyrir framan okkur þegar við vorum að gera okkar stýrivaxtaspár, þá hefðum við líklega öll gert ráð fyrir að þau myndi hækka vexti 0,5%. Konráð, metur þetta með sama hætti? Já, í sjálfu sér. Við vorum búin að gera ráð fyrir að þetta myndi lenda á 0,5% megin, sko, en alveg sammála. Þetta var tvísýnt og kom í sjálfu sér ekkert á óvart. Það sem að vekur líka athygli að sko, það ekki bara það að vera spáin sér svona mikil fyrir þetta ár. Heldur þetta allt bara fram til allt næsta ár spáin að hækka líka. Og það finnst mér sérstaklega að vera áhyggjuefni því að og það í sko spálíkani sem mjög svona bregst mjög mikið við einhverjum verðbólguþrýstingi eða slíku. Þannig að þarna verðist allavega sem nefndin sé ekki alveg sammála hagfræðis við Seðlabankans. Og það eitt sem ég velti fyrir mér að hafa kannski aðeins ítt nefndinni í þetta sem Erna að lýsa að daginn sem ákvörðunin sjálfu tekin á þriðjudeginum þá koma kortavöltutölur sem ég allavega horfði á þar, ég hugsaði bara, ég eiginlega trúi sig ekki sko. Að það var svo mikill samdráttur í allri kortaveltu heimili, ég held að kortavelta bara á föstu verðlagi innanlands, ég held að það verið samdráttur upp á einhver 8% eða eitthvað slíkt sko, sem rosalega mikið milli ára og það hafi kannski nefndin hafi kannski farið, þetta bara tilgáta, hafi ítt henni allavega að því að sko vera ekki með harða yfirlýsingu og bara 0,25% stig vegna þess að þetta er svo rosalega skörp breyting. Að því sögðu þá ég sé ekki alveg hvernig þetta það sem koma skal þó að maður vonaði að einkaneyslan verði frekar svona veik á þessu ári og það verði kannski einhver samdráttur einfallega vegna þess að maður skoðar til dæmis spá Seðlabankan sem bara þróun kaupmátt og ráðstöfunartekna þá hann bara fínt sko og heimilin að spara sögulega mikið af sínum ráðstöfunartekjum enn þannig að þau eiga bara helling svigrúm í sjálfu sér inni en í þessu vaxtastígi þá náttúrulega það parturinn af því sem það á að gera að lempa einkaneyslu. Sparnaðarstigið hefur þó aðeins gefið eftir með það sem þegar mest var. Já, kannski með það sem mest var en í öllu svona sögulegu samhengi þá það fremur hátt. Já, og þau hafa svo sem ástæða fyrir því að það bara vextinni sko en allavega þá held ég að heimilin sé nú heilt yfir ágætlega stödd en þetta já, það spurning hvort að þetta hafi ítt mig við línuna en svo finnst mér einhvern veginn svolítið vera bara alltaf sama sagan aftur og aftur þegar það svona eitthvað tvísýnt og þetta alltaf erfitt og þú ert að meta veg og móti sko, ætlar að fara hart í þetta núna eða ætlar að svona aðeins að bíða og sjá mér hefur fundist peningastefnunefnd núna allt þetta tímabil sem nú verið að koma upp í 6 ár sem við erum við markmiði mér finnst það alltaf vera svona á þeim megin á svona áhættu dreifingunni að við skulum aðeins bíða og sjá, ekki of mikið. Og ég held að það sé stóru hluta vandinn sem við erum að standa frammi fyrir í dag, að það hafi ekki verið tekin fyllilega afgerandi skref til þess að drepa þessa verðbólgu eitt skipti fyrir öll. Það alltaf svona, það vantar alltaf eitthvað svona aðeins upp á og þá hún alltaf laus beislu, verðbólguvæntingarnar, það
haggast ekki og við sjáum umræðan á vinnumarkaði og launaskrið og allt þetta. Þetta allt saman bara afleiðing af því að það bara ekki trúverðuleiki á því að hér sé hægt að búa við 2,5% verðbólgumarkmið. Það enginn sem trúir því og það stærsta vandamálið. Man finnst samt svolítið líka hvernig nefndin að horfa á þetta, að þau hafa náttúrulega verið dálítið gagnrýnd. Þetta mikið til nýtt fólk sem situr í nefndinni núna samanborið fyrir kannski 6 árum síðan. Og man finnst svolítið eins og þau voru náttúrulega gagnrýnd í COVID að þá fóru með vextina of langt niður, voru of sein að bregðast við. Maður skynjaði það svolítið á þessum fundi að því að Seðlabankastjóri kom ítrekað inn á það að þau hefðu mögulega átt að birta sviðsmynd þar sem að verðbólgan í rauninni kæmi hraðar niður. Þar sem að stríðsátökum við Persaflóa myndi ljúka, þar sem að við myndum sjá mögulega meiri samdrátt í kerfinu, eða kannski ekki samdrátt ekki rétt orðið, bara meiri slaka í kerfinu sem gæti þá dregið niður verðbólguna. Þannig að mér fannst þau líka vera svolítið í kannski svona leikjafræði og hugsa hvernig kæmi þetta út ef að við myndum taka núna stærra skref og svo einhvern veginn myndi haustið þróast þannig að verðbólgar væri þá bara koma niður. Mér fannst þau svolítið upptekin í þessu og svona mín tilfinning, ég veit ekki hvort að þú sett endilega sammála þessu, mín tilfinning hefur verið svolítið þannig að nefndin hafi verið í hálfgerðu svona panikki frá því í nóvember. Þá tókuðu náttúrulega og lækkuðu vexti eftir að vaxtadómurinn var kveðinn upp og þau gera það án þess að bíða eftir því að sjá hvað gerist. Því að þau lækka vexti í nóvember, þá voru fleiri dómar sem lágu fyrir sem að við vissum að myndi koma niðurstaða í fyrir jól. Þannig að þau eru að segja, ok, við erum að lækka hér til þess að bregðast við þessu breytta vaxta umhverfi sem heimilin standa frammi fyrir. Svo hækkaðu aftur í rauninni í þá, í rauninni hefðu átt að bíða þarna, ekki vera að lækka vexti. Svo hækkaðu aftur núna í mars og manni finnst þetta dálítið, þau eru svona að bregðast alltaf við einhverjum aðstæðum og manni finnst það stundum að þau sé að gera það í hálfgerð óðagoti. Er þetta hringlandaháttur? Þú hefur kallað þetta ofurgagnadrifnum peningastefnu. Ofurgagnadrifnum peningastefnu nefndi ég á sem lætur svolítið sveiflast milli ákvarðana eftir hvað gögn koma á hverjum tíma sem náttúrulega ekki hægt að stýra hagkerfinu þannig. Við vitum að ef þú ert að hækka vexti, að lækka vexti, þetta tekur tíma að miðlast í gegnum hagkerfi. Þannig að þú getur ekki verið að skrúa upp og skrúa niður bara nokkrum mánuðum seinna. Þú þarft að sjá í rauninni líka hvernig þetta mun fara í gegnum kerfið. Hafa þau mist trúverðuleika með þessu? Af því að það eitt af því sem að skiptir hvað næstu. Þú sér það bókstaflega engin. Engar mælingar sem sýna það að neitt trúir því að hún nái hlutverkinu sínu að ná 2,5% verðbólgu. Þannig að ég held að það bara segir allt sem segja þarf, sko. Ég held að þau séu fyrst til að viðurkenna það. Og þú veist, ég öfundaði ekki neitt, sko. Þetta náttúrulega hrikalega og sérstaklega núna þegar hagkerfið í svona erfiðri stöðu að þú ert samt með verðbólguna. Við erum einhvers konar svona léttri kreppuverðbólgu myndi ég segja og við séum ekki kreppu en það bara, ég hef ekki betra orð fyrir það og það bara mjög erfiður stigur og líka kannski eitt sem maður hefði Samdráttarverðbólga. Samdráttarverðbólga. Það kannski fyrir hinn almenna hlustanda. Maður skilur það þegar að Seðlabankar skrúi upp vexti þegar þarf að hægja á hagkerfið. Nú hagkerfið að kólna hratt og það að kólna, myndi ég segja, á sviðum sem við viljum ekki endilega sjá kulnun í. Og samt eru þeir að skrúa vextinu upp og maður velti fyrir sér, endar þetta ekki bara með einhverju stórslisi þegar að menn þurfa að skrúa upp vexti þar sem að hagkerfið í herpingi? Það er það sem maður er búin að óttast lengi. Þetta er rauninni eitthvað sem þau hafa líka komið inn á og manni fannst aftur varðandi upplýsingagjöf nefndarinnar sem að ég held að hún hefur verið svolítið sveiflukennd milli ákvarðana sem ég held líka að dragi dálítið úr trúverðugleika þeirra, kannski ekki endilega fyrir almenning sem að les bara yfirlýsinguna en fyrir okkur hérna sem að spáum og spöglum hvert einasta orð sem kemur inn í þessa yfirlýsingu hvað þau segja síðan á fundinum þá fer ekki alltaf saman rauninni það sem þau segja í mars og svo það sem þau segja núna í maí. Manni þótti rauninni í mars að þau væru frekar þannig að horfa á hagkerfi að þau myndu gera í rauninni hvað sem þarf til þess að ná verðbólgunni niður sama hvað áhrif það hefði á hagkerfið. Það voru skilaboðin. Það voru skilaboðin. Svo núna, nú ætlaði að leyfa hagkerfinu aðeins frekar að njóta vafans, maður skynjar það dálítið þannig. Þannig að þetta er líka í rauninni dálítið mismunandi hvernig þau koma fram með sína í rauninni sína yfirlýsingar og sín skilaboð út til markaðar eins og greiningaraðila. En það hefur líka verið kvartað undan því Seðlabankinn sjálfur og margir aðrir að hann sé einn í þessum slag. Það trúir því enginn núna að forsendur kjarasamninga haldi þann 1. september, þannig að við verðum með einhvers konar uppnám á vinnumarkaði, algjörlega óljós hvernig mann ætla að spila úr því.
Síðan erum við með ríkisvaldið með sem að, eins og við höfum margótt fjallað stórjók útgjöld sín á samkvæmt fjárlögum sem í gildi núna þetta árið. Bankinn bara einn? Hefði hann ekki einhvern veginn þurft að senda upp einhvers konar neyðarblis á þessa aðla með 50 eða 75 punkta hækkun og segja við erum að hækka hérna vextina, þetta allt á leiðinni til verið vegar, þið verðið að vakna og koma með okkur í þennan slag. Ég haldi það í raun og veru sko. Hann og þá aftur sko, þó að Seðlabankurinn sé ekki takast sitt lögbundna hlutverk, þá bara verðbólga og þú veist hvernig verð á hverju einustu vöru og þjónustu sem við verslum okkur, það bara það eðlis að það ekki einhver eitt vaxtatæki sem stjórnar því nákvæmlega. Þú þarft svona almennilegan samfélagssáttmála þetta. Og þarna náttúrulega stóri vandinn sko. Seðlabankinn gæti satt ná þessu fram með því bara hækka vextina nógu fjári mikið til þess að ná þessu, en það svona eins og vanti, þú veist, þetta líta á þetta í ýmsum svona hliðum, sko. Þú getur sagt já, það vantar hérna, en svo getur maður sagt, Seðlabankinn með þetta lögbundna hlutverk, þannig að þá ekki bara gera ennþá meira, sko. En þá náttúrulega það meðal sem mjög biturt og myndi náttúrulega senda, það kostar mjög mikið og það náttúrulega eitthvað sem þau að vega og meta með þessu. Vilja þetta forðast að grípa harkalega inn í? Mér finnst sko í sjálfu sér þau kannski nýtt alveg tækifæri til að koma inn á vinnumarkaðshliðina á þessu ári. Og við höfum séð að varaseðlabankastjóri peningastefnu, hann hefur svona gripið tækifæri, hann hefur verið með framsögu á þessum fundum og sýnt bara launaþróun og það umhverfi sem Seðlabankinn að starfa við með þennan vinnumarkað. Þannig að mér finnst að hafa komið dálítið, þau allan stígi fastar inn á þann vettvang heldur en þau voru að gera áður. Mér finnst eins og að ríkisfjármálin og fjármál hins opinbera fengi einhvern veginn vera alveg svona þau hafa fengið fríspil. Þau hafa ekki verið nefnd í þessum yfirlýsingum og mér finnst nefndin ekki að vera kannski alveg nógu dugleg að hnippa í þau. Og við erum kannski ekki alveg sammála áhrifin á verðbólguna sem ríkisfjármálin hafa. Þau hafa klárlega áhrif á verðbólguvæntingar þegar maður sér að það verið að auka útgjöldin, það verið í rauninni að klappa sér á baki fyrir hallalaus fjármál og fjárlög og hvað annað, en þetta rosa lítið, það má rosa lítið út að bregða og maður myndi vilja sjá að í rauninni ríkisfjármálin myndi styðja miklu betur við peningastefnuna þó það væri ekki nefnir út frá væntingunum. Ég sammála því með væntingarnar en bara svona allar rannsóknir og allt svo spendið þess að hvernig eitthvað afkoma nákvæmlega hjá ríkissjóður þróast ekki að hafa afgerandi áhrif á verðbólguna. Það sem skiptir máli svona bara þú veist hvert aðaldi hvernig áhrif á eftirspurnina og þá því miður á suma mælikvarða í ár eru bara verið að kynda undir hreinlega verðbólgu. Það bara staðan, bara út frá því sem kemur fram í fjármálaáætlun sjálfri. En svo náttúrulega líka annað sem var reynda bent á, mér fannst nú gott að var bent á í mars hjá Seðlabankanum, einmitt þetta að afkoman náttúrulega ekki allt. Náttúrulega þessar gjaldskrárhækkanir með vörugjöldin áramótin voru eftir á að hyggja bara ekki hægt að kalla neitt annað en algjört klúður. Hvernig það kom á þeim tímapunkti, hvað áhrifin að þið voru vanmetin á að mér finnst hálfpartinn óskiljanlegan hátt, það hafði gríðarlega vond áhrif á allar væntingar. Fjármálaráðuneytið vanmata en það voru allir aðrir búin að benda á að afleiðingarnar eru mögulega geigvænlegar. Seðlabankinn sagði að þetta væri vond ákvörðun sérstaklega á þessum tímapunkti, þetta væri afskaplega óheppileg. Og svo líka sko það sem mér finnst eiginlega verst í því að rökin fyrir þessu sem ég skil alveg að við erum samt að sko kæla eftirspurn að vissu leyti því við erum að taka inn meiri tekjur og bæta afkomu ríkissjóðs. Gott og vel sko. Málið það bara ekki staðan. Vegna þess að það sem við séum innflutningi bíla árinu hingað til og þá erum við bara á leið í það að ég hugsa að tekjuna verði jafnvel bara minni af vörugjöldum bíla heldur en voru á síðasta ári en í staðinn þú veist komið 2 milljarðar cirka kannski aukalega í vörugjöld þar en núna, þú veist, verður þetta svipað, en það átti að vera aukningu upp á einhverja 7,5 milljarð og í rauninni 7,5 milljarður, það rosalega lítið í stóra samhenginu þegar kemur að ríkisfjármálum. Þannig að tímasetningin að hafa akkurat þurft að gera þetta núna þegar að það svona verið að reyna að ná niður verðbólguna, vissulega var ekki hægt að sjá fyrir kannski þetta stríð við Persaflóa, en við vorum á samt mjög krítiskum punkti þegar kom að þessum verðbólgu þróun. Það virðist vera mantra núna hjá stjórnvöldum að kenna, fyrir utan það að kenna íslensku krónunum það, þá það átökin í Íran sem að þau smyrja þennan verðbólgu vanda allan á, en það þetta ekki þannig. Þetta þetta margþætt, hún á brennum grunni og meðal annars erum við enn að kljást við afleiðingarnar af þessum vörugjaldahækkunum áramótin. Í mínum huga þá væru vextinni búin að hækka hvort sem það verið. Kannski væri búin að hækka svona kannski
0,25% stigum minna mögulega. Ef átökin hefði ekki. Þau hefði þá mögulega kannski setið á sér í mars því þau eru þetta hrædd við að nú hækkuðu vörugjöld svona mikið og við sáum að verðbólgan fór þetta mikið upp. Þá eru þetta hrædd við að af hverju aðrir að halda sér höndum þegar að ríki kemur svona fram. Þannig að þau eru hrædd við þessi annara umferðar áhrif og á það bætir síðan strífi persaflóða. Svona komið kannski smá bjartsýni eftir alla þennan bölmóð sko, að það nú alveg vonarglæta þar eins og í síðustu verðbólgumælingu svona undirliggjandi þróunin var að mörgu leyti jákvæð og hefur verið svona allt í lagi. Ef að það heldur áfram, ef að það leysist eitthvað úr olíuverðinu og það fer kannski lækkandi í sumar, að þá pínu vonarglæta fyrir forsenduákvæðið og þá líka skapast kannski og jafnvel þó að það falli, þá skapast kannski svigrúm til þess að það verði litla breytingar á kjarasamningum og þá held ég að verðbólgan verði nú töluvert undir þessari spá Seðlabankans. Þannig að það von þarna en hversu sterk hún það erfitt að segja. En þú segir að Seðlabankinn hafi hlíft ríkinu, þar að segja út frá ríkisfjármálunum ekki verið að halla orðið að þeim og það rétt að Seðlabankinn hefur, kannski ekki verið stóryrtur en varaseðlabankastjóri hefur stigið fast niður fæti gagnvart vinnumarkaðnum. En á fundinum núna miðvikudaginn, hvað fannst mér við mýkri tón? Það var ekki, þeir voru ekki eins herskáir gagnvart þessum aðlum. Nei. Og maður spyr sig, Seðlabankinn bara búinn að kasta inn hvítahandklæðin? Er það búinn að gefast upp á því að reyna að fá þessa hópa með sér í lið? Sko, mín tilfinning var dálítið og ég hugsa nú að þetta sé eitthvað sem svolítið sammála en þessi yfirlýsing var dálítill uppgjafar tónn í henni. Hún var dálítið eins og hún hefði verið skrifuð með hangandi hendi. Þegar að hún kemur fram og ég alveg sammála því að þau voru tiltölulega herská í mars og svo var einhvern veginn allt önnur nefnd sem virtist koma fram núna. Maður sá líka bara í mars þá voru að tala nú eru aukna líkur á þessi forsenduákvæði muni bresta en núna var þetta komið bara já, við erum að spá því að það gerist en svo sem það verður allt í lagi, bara verðbólgan verður svona. Kom bara smá auka launahækkanir. Já, þetta var svolítið spilað niður fannst manni miðað við þessa spá sem að þau birtu samhliða þessu. Samfylkingin að keyra á plani sem þau boðuðu í kosningunum og ríkisstjórnin segist vera réttri leið þrátt fyrir svona punktmælingar sem að þau vilja horfa fram hjá. Hvenær gætu við hort upp á það að vextir taki að lækka á ný? Og ég spyr vegna þess að fasteignamarkaðurinn var komin í frost fyrir þessa hækkun og þá getur maður rétt ímynda sér hvað gerist nú þegar að menn að sjá vextina tikka enn frekar. Sko miðað við þessa verðbólguspá sem Seðlabankinn að birta þá held ég að við ættum eftir að sjá fleiri vaxtahækkanir verði það raunin að þetta gangi fram og í rauninni bæði seðlabankastjóri og varaseðlabankastjóri bara sögðu það hreint og beint út að ef að þetta verður þróunin að þá munu þeir ekki geta setið á sér og munu líklega að þurfa að hækka vexti hvort sem verður það í ágúst eða október þegar nefndin kemur saman. En ég ætla bara að fá að vera bjartsýnismanneskja þá hérna og við gáum út hagspá núna undir lok apríl og við erum að gera ráð fyrir að verðbólgan verði mikil, verða meðaltali 5% á þessu ári en muni koma niður eftir því sem líður árið og eins og ég segi, Seðlabankinn gera fyrir 5,5% verðbólgu og fjórða ársfjórðungi við gera ráð fyrir 4,6%. Þannig að ef við horfum á stöðunum sem lítur út frá okkar bæjarum séð þá eigum við nú alveg vonaði að verði hægt að lækka vexti á næsta ári en vissulega það er dálítið langt að bíða. Við erum nú vonað því að þið rétt fyrir ykkur en ekki bankinn. Já. En Conor, hvað heldur þú þessu? Heldur við munum sjá vextina fara upp í 8% eða meira á þessu ári? Mér finnst það líklegra heldur en að vextinni lækki allavega og það sem á þessu ári. Já, á þessu ári. Ég held að vexti getur hæglega að lækka á næsta ári alveg á nokkuð svafa og það sem kannski líka sem að mér finnst svona glata tækifæri í því að keyra ekki bara svolítið vextina upp núna og svona kæla þetta í fæðingu að þá búið að útiloka það að vextinni lækki í raun og veru á þessu ári í mínum huga og þá niður fyrir það sem eru jafnvel núna sko að þetta sé kannski ekki nógu afgerandi en vonandi verður það ekki þannig. Ein af ástæðan þess að ég kalla þig sérstaklega ástæðan að þú hefur verið líkt og ég eins og landafjandi á milli byggðarlaga að fjalla sjávarútvegsmál. Þú hefur verið að fylgja samtökum fyrirtæki sjávarútvegi að ræða auðvitað sjávarútveginn sem slíkan en þú hefur líka verið að draga mynd bara af íslenska hagkerfinu, verðmætasköpun hérna og ég satt hérna að funda á Eskifirði, var þar í öðrum erindagjörðum en hafði tök á að sitja fundinn. Þetta lítur ekki mjög vel út. Nei, sko, þú veist, já og nei, þú veist, eins og ég var að draga fram að það bara hefur margt gengið mjög vel á Íslandi síðasta ár. Við höfum verið með bara fínan hagvöxt og þú veist, það verið ágætis verðmætasköpun.
En þessi vöxtur og bara framleiðni aukning og svo framvegis hefur verið að svo miklu leyti í svona innlenda hluta hagkerfisins. Það það sem búið að keyra áfram hagkerfi, byggingaiðnaður, verslun, hvers kyns þjónusta og svo framvegis. Þarna búið að ganga mjög vel. Alveg núna frá 2017 hafa hins vegar útflutningsgreinar heilt yfir og í magni þar hafa bara staðið í stað, minnkað smávegis. Þú segir 2017. Já. Ég vil bara árétta það hér við ykkur og þá sem að horfa að nú árið 2026. Þetta rosalega langur tími. Já. Þetta áratugur stöðnun? Sko, ég myndi nú ekki segja það að því að búið að vera vöxtur í hagkerfinu og þetta kannski ekki sanngjarnt samanburður vegna þess að árin á undan var búin að vera rosalega hraður vöxtur útflutnings, þannig að var nú alveg viðbúið með þetta í kælast. En svona langt tímabil sem maður sér ekki alveg fyrir endan á heldur, það held ég sé svolítið áhyggjuefni bara fyrir svona hagvaxtar horfirnar svona til fram á vegina, því að það bara það takmarkanir fyrir því hversu mikið við í okkar einhæfa hagkerfi getum keyrt alltaf áfram bara einhverju að selja hvort öðru eitthvað sko. Það og við sjáum það svona í vísbendingar að viðskiptajöfnuður hefur rýrnað frá þessum tíma og svo framvegis. Og þú veist, af hverju þetta búið að gerast að sko, það náttúrulega búin að vera vöxtur víða blessunarlega í fiskeldi, lyfjaiðnaði, gagnaverum og fleiri stöðum, en svona þessar hefðbundnu útflutningsgreinar hafa verið að gefa eftir. Og það munar mest það sem kemur kannski mörgum á óvart. Ferðaþjónusta í útflutningsteki miklu minni að raunvirði heldur en var 2017 og munar mest flugi þar. Þannig að WOW var hvað stærst. En já, Samt talað að það þurfa að hefta einhvern ofurvöxt í ferðaþjónustu. Já, hún hefur ekki búin að vaxa í áratug í raun og veru að verða, getum sagt það á næsta ári. Þannig að svona, maður horfir á þessa stöðu og svo horfir maður á bara þær áskorunir sem við stöndum frammi fyrir. Við vorum að tala ríkisfjármálin. Það allt svona á nippinu þar. Það sem við erum fara að horfa fram á næsta áratug að svona gróflega með að við bara hvernig aldurs fyrirsjáanleg bara svona liðfræðileg þróun þjóðarinnar það þýðir bara hátt í 200 milljarða raun útgjöld á ríkissjóði og að öllu óbreyttu. Bara við því að sinna öllu því fólki og þá með tilheyrandi mannafla og lyfjum og hvað eina sko. Af því að kostnaður við heilbrigðisþjónustu hann vex svo hratt eftir því sem við eldumst og við erum bara eldast mjög hratt sem þjóð. Og við getum borgað fyrir hærri sköttum, við getum skorið niður í menntakerfinu, það ekki, það hægt, en ég held að enginn vilji það og þá náttúrulega bara eina leiðin að sækja fram í verðmætasköpun og þá eru á þeim stað að það verður ekki gert öðruvísi held ég með einhverjum afgerandi hætti nema útflutningsgreinar ná að taka við sér. Það ekki mörg ár síðan að Katrín Jakobsdóttir þáverandi forsætisráðherra lýsti því yfir að við varum eiginlega komin að endimörkum vaxtarins, við ættum ekki að vera að horfa á vöxt lengur, en við þurfum á því að halda út af þessari lífskjara sókn. Við erum að kvarta undan því að innviðir sé að máluna heilbrigðiskerfið nú þegar ekki að standa sig nógu vel, hvað þá þegar að við eldumst eins og þú ert að tala Við verðum að finna einhverja leiðir til þess að auka þessa framleiðslu. Já, efast nú að við fáum endilega mikla verðmæta aukningu svona á næstu árum frá þessum stóru 3 útflutningsgreinum sem við höfum svolítið verið að byggja, þessar stóru stoðir sem við höfum talað Þeim náttúrulega ákveðnar skorður settar bæði í rauninni kannski frá löggjafarvaldinu en líka frá bara náttúrunnar hendi. Ef við horfum eins og það verður líklega ekki mikil aukning nema bara ef Norðurál kemur aftur inn, það verður kannski þá breytingin. Sjávarútveg, maður bara að horfa fram á það áframhaldandi að vera að skera niður til dæmis þorskkvóta. Ferðaþjónustan, það kannski ekkert endilega bjartarhorfur þar, flestir líklega gera ráð fyrir, flestir gera ráð fyrir að vera samdráttur í komu ferðamanna á næsta ári, bara minna flugframboð til landsins. Þannig að við þurfum líka á nýsköpun að halda og bara horfa á aðra greinar eins og Konráð kom inn á þetta. Fiskeldi hefur verið að koma mjög sterkt inn og lyfjaframleiðsla sömuleiðis, búið að fjárfesta gríðarlega mikið í gagnaverum og kannski fyrst svona á seinni hluta síðasta árs sem við fórum að sjá í raun útflutningstekjur koma út frá þeim að þetta fjárfestingin sem hefur átt sér stað tekur tíma og hún skilir sér síðan inn í verðmætasköpun en þetta kallar dálítið á núna að það þarf þá framleiðni aukningu og svo nýsköpun til þess að við getum drifið áfram sér maður fram á bara að fá vöxt í hagkerfi. Og svo náttúrulega eitt sem maður einhvern veginn horfir á að við erum að tala þetta þurfa efla útflutning og það sem einkennir þetta tímabil og ekkert horfir á að sé bara breytast endilega strax sko að við búum við eins og búum að fjalla í vikunni. Við erum dýrasta land í heimi sem bara hin hliðin á því að gengi krónunnar með undirliggjandi þætti gríðarlega sterkt. Seðlabankinn ósammála?
Já, heldur betur, hann að spáði að fara í áður óséðar hæðir. Það verður gott að fara til tenni hérna 2028. Svo því sé haldið til haga þá hefur Seðlabankinn túlkað gengi krónunnar í jafnvægi frá 2021, þannig að það er alltaf sama svari. Já. En gengi krónunnar að gera okkur gjaldmiðlinn gríðarlega sterkur. Samkeppnishæfni okkar að veikjast ekki síst í ferðaþjónustunni því að það er orðið mjög dýrt að koma hingað. Hvað hægt að gera í þessu? Maður hefði haldið einhvern veginn með við lýsingarnar á hagkerfinu og því sem hefur verið að gerast hérna, að krónan myndi gefa eftir þegar að ferðaþjónustan ekki að vaxa, þegar að Norðurál dettur út og annað í þeim dúr. Hún bara haggast ekki. Hún hvorki styrkist nei veikist. Það bara gerist ekki neitt. Seðlabankinn gæti náttúrulega vilt bara fara ruðst inn á gjaldeyrismarkaðinn og veikt krónuna, sko. Hann gæti það. En þá náttúrulega, og það kannski annar við stóðum að tala verðbólguna, sem gleymir sem svona áhættu þáttur að þegar krónan í hæstu hæðum, þá eiginlega bara ein leið fyrir hann að fara. Það til veikingar og það náttúrulega áhættu þáttur fyrir þá verðbólguna. Þegar þá hækkar innflutta verðlagi og það þá smitáhrif yfir í annað verðlag og svo framvegis. En hvað skýrir þennan styrk krónu? Bara vita menn ekkert það, eru menn algjörlega í myrkri með þetta? Þetta svolítið mikið kannski fjármagnshreyfingar sem að koma og hafa verið að koma. Þá náttúrulega, þetta hefur ekki endilega verið að byggja á hreyfingum í hagkerfinu. Heldur höfum við séð eins og síðast árið þá náttúrulega fór lífeyrissjóðirnir gríðarlega mikið af erlendu gjaldeyri eftir uppgjör JBT og Marel, eftir slit á IL-sjóði. Þannig að þeir héldu þetta alltaf þessar höndum og þeir hafa verið stærstu aðilarnir kannski til þess að vera að selja. Þannig að það ein og svo náttúrulega núna verið að horfa fram á það koma stór greiðsla í tengslu við Keresis. Það hefur verið svona ákveðna fjármagnshreyfingar þar sem bara í kringu skráð verðbréf, skráð skuldabréf og annað. Þannig að það hefur þetta aldrei verið. Svo kannski gleymist líka umræðinni þó við tölum eins og til dæmis að útflutningsgreinar að raunvirði séu að gefa eftir. Þá hefur við hort eins og til dæmis afurðaverð sjávarafurðir. Ég held nú að þú hefur líka komið minna á þetta. Viðskiptakjörin hafa batnað svo mikið eins og til dæmis núna fyrsti ársfjórðungur að vissulega spila á loðnuvertíðin inn í að þá útflutningur sjávarafurða þrátt fyrir magn samdrátt þá fyrir þetta yfir 100 milljarða. Einfaldlega því að verðið, ef við skoðum bara út frá verðvísitölu sjávarafurða, þá hefur hún hækkað 30% á 2 árum. Þannig að það sem við tölum alltaf í rauninni í hagkerfinu þá erum við að horfa á raunstærðir en krónan alltaf fer eftir nafnstærðum. Þannig að það hefur líka verið ef við horfum bara á utanríkisverslunina, ef við tökum gagnaverin út fyrir Svega, við erum alltaf að flytja inn 170 milljarða fyrir tölvubúnað, það fer aldrei í gegnum gjaldeyrismarkaðinn. Svo náttúrulega held ég ekki að það vanmeta áhrifin af vaxtamunni. Algjörlega, það ekki búið að vera mikil vaxtamunni viðskipti per se, en það alltaf aðeins að koma inn í til dæmis ríkisskuldabréf og svo náttúrulega það af hverju lífeyrissjóðirnir ekki að fara út með meira afgerandi hætti. Ég hugsa að það hljóti meðvitað og ómeðvitað að spila inn í bara vaxtastíði sem horfa fram á eftir hvort sem horfa á Íslandi eða restina af heiminum. En ættu ekki lífeyrissjóðirnir einmitt að reyna núna að pumpa peningum út úr hagkerfinu? Það að segja bara rétt eins og þegar við erum að kaupa vörur í gegnum Amazon eða ég hefði haldið það. Að við fáum hlutabréf erlendis, skuldabréf erlendis á ótrúlega hagstæðu verði fyrir krónunar. Já, og fyrst þú nefnir, þú veist hvað að gera, menn ég held að einföld leið væri bara að losa verulega svona takmarkanir á erlendu eignarhaldi sem þau geta, hvað lífeyrissjóðir geta fjárfest með mikið erlendis. Ég hugsa að þessi nú ekki hafa kannski mikil áhrif en kannski á einhverja sem eru svona við mörkin að þeir haldi aðeins að þessum höndum. Ef það alveg bara gefið frjálst þá held ég að þeir ráða alveg við það og styrkurinn á krónunni og gjaldeyrismarkaðurinn og allt það ræður sannarlega við þær í samfélaginu. Það bæði hámarka á því hversu hátt hlutfall eignaðir mega hafa erlendis en það líka mikla takmarkana á því í hvers konar eignum þeir mega fjárfesta. Þar mætti kannski slaka eitthvað til. Verðbólguhorfur og verðbólga að þróast yfir vegar í raunum allan heim. Ísland ekki eyland í þeim efnum þó við séum með innlend vandamál svo sem eins og önnur hagkerfi. Flestir seðlabankar eru þrátt fyrir það að halda sér höndum. Það Noregsbanki hækkaði reyndar í mars, Ástralir hafa hækkað vexti en aðrir bankar halda sér höndum og virðast ekki vilja grípa inn í. Af hverju okkar seðlabanki eyland í þeim efnum? Sko, ef maður skoðar listan yfir þá seðlabankar sem hafa hækkað vexti, þá kannski, þetta ekki yfirleitt lönd sem við viljum bera okkur saman við, nema kannski Noregur, eins og þú segir. Og Ástralía, já. Veðrið gott þar. Veðrið gott þar, já. Og það stórt svona landbúnaðarríki, en það sem ég held að sé helsti munurinn hér að við erum bara með svo lausbeislaða verðbólguvæntingar. Alla jafna, það ekkert sem seðlabankinn getur gert við því, það ekki eins og vaxtahækkun hér hafi einhver áhrif á Hormúsund.
og þeir undir venjulegum kringumstæðum ættu að geta hort framhjá þessu. Þetta bara neikvæður framboðsskellur sem að koma og hefur áhrif á verðbólguna. En að því að við náðum aldrei verðbólgunni niður í markmið eins og aðrir seðlabankar. Þannig að við erum að koma verri stað, verðbólguvæntingar eru allt of háar hjá okkur sem að einhverju leyti líka bara legacy-vandi held ég fyrir íslenskt hagkerfi og þetta bara staðan á vinnumarkaði. Þannig að okkar seðlabanki var kannski dálítið annarri stöðu hvað varðar verðbólguhorfur og verðbólguvæntingarnar og hvernig samspilið þarna á milli heldur en að eins og til dæmis bara Evrópski seðlabankinn eða í Bandaríkjunum. Þetta bara annað kerfi í rauninni. Mun aðild að Evrópusambandinu, hreinlega bara aðildar viðræðurnar sem að stefnt að af ríkisstjórninni breyti einhverju þetta? Það held ég ekki til svona skemmri tíma og mér svolítið á þess að ég fara eitthvað að segja með á móti þá finnst mér dálítið það sem við stöndum frammi fyrir verið dálítið heimatilbúið vandamál. Við þurfum ekki kannski endilega að ganga í Evrópusamband til að laga, við eigum ekki að gera það sjálf. En ein röksemdin sem að margir bera á borð einmitt svo að það sé fullreynt, við getum ekki lagað þetta sjálf og þá spyrir maður sig, Evrópusambandið með eitthvað tól og tæki, eitthvað nefnd sem að getur komið hér og skipað Sólveigu Önnu að hætta að láta illa á vinnumarkaði? Nei, ég held að það þurfi vandamálið liggi eftir sem áður hjá okkur sjálfur og það bara niðurstaða allra, skýrsla Seðlabankans frá 2012 rekur svona þetta ágætlega og bara allt sem maður lesið að þegar kemur að þessu fyrirkomulagi það fer það allt eftir því hvernig þú ferð að leikreglum þess fyrirkomulags og það nokkuð svipað og þá til dæmis ég hugsa alltaf þú veist ef við erum að ræða það að taka upp evru og það sem þarf gagnvart henni þá getum við ekki sleppt í að tala lögin stéttarfélög og vinnudeilur sem eru stofnuð til þau sömu og frá 1938 og af hverju verkalýðshreyfingin ekki með í þessari vegferð? Bara hlusta á það sem fólk að segja þar, það segir allt sem segja þarf. Það vegna að þau vilja ekki breyta þessari löggjöf. Nei, en það það sem myndi fyrir að gera og hefur verið í ýmsum löndum að það þarf einhverja svolítið kalda sturtu á bara, við þurfum bara hálfgert launa, kaupmáttar, frost og bara frost víða, ég ekki að segja þetta sem bara vinnumarkaðurinn, til þess að tryggja við náum þá Maastricht-skilyrðunum, náum verðbólgunni niður og vöxtunum og þá fáum við að koma inn í evruna. Og það það sama og við þurfum að gera við krónuna ef við ætlum að vera með hana áfram hvað sem Þannig að öll þessi umræða finnst mér alveg á, hvað maður segja, hún rosalega grunn og ekkert alltaf mjög gagnleg. Nei, og mér finnst oft líka ruglað saman í þessu að við erum þá, segjum ekki já við Evrópusambandið og fáum evru samdægurs. Það allt annað ferli, það langt ferli. Við getum farið inn í Evrópusambandið ef við berum ennþá ábyrgð okkar efnahagsmálum og þá erum við, eins og Konráð kom inn á, þá þyrftum við að fara í gegnum alls konar ferli til þess að ná þessum skilyrðum til að geta tekið sér upp evru. Það allt annað tímarammi sem við varum að horfa upp á. Og evru vextir eins og menn tala þar að segja að menn að skoða vaxtastig á evru svæðinu, það væri katastrófískt inn í okkar hagkerfi í dag, það ekki? Ef að hagkerfið væri keyrandi á sömu... Já, við myndum bara taka upp bara síðan svona, enda líka skilyrði fyrir við fáum að fara inn að við séum ekki með hagkerfið núna. En mér finnst samt líka stundum þegar að koma fram í umræðinu og við tókum þetta nú fram í greiningu sem við gerum á húsnæðismarkaðnum á sínum tíma, að ef þú skoðar húsnæðisvexti innan evrunar, þetta bara mjög breitt bil, vextir þar liggja á bilinu 2–6%. Þannig að þetta ekki einir evru vextir, þetta ekki að við myndum taka upp evru og við fáum sömu vexti og tíðkast í Danmörku. Og svo eitt svolítið magnað, það einhverju hluta vegna þannig að það töluvert hærra hlutfall sem býr í eigin húsnæði á Íslandi. Það meðal held ég meðal ungs fólks, en það samt heldur á evrusvæðinni í ESB, það samt einhvern veginn tala eins og það sé laust, það eitthvað sem ég hef aldrei skilið af því að hvað myndi gerast ef við færum inn og færum lægri vexti sem ég held allir séð í sjálfu sér náttúrulega til í, að þá myndi húsnæðisverð að öllum líkindum hækka og hvernig þá að komast inn á fasteignamarkaðinn þá, Ég hef ekki alltaf alveg, ég hef ekki að átta mig á þessum rökum ef ég vera bara hreinskilinn, Nei, þetta ótrúlega staða. Þakka ykkur kærlega fyrir að fara yfir þetta með okkur. Við skulum vona að þið hafið rétt fyrir ykkur að verðbólgan fari meira niður heldur en Seðlabankinn sjálfur trúir á þessum tímapunkti. Erna Björg Sverrisdóttir og Konráð Guðjónsson. Góða helgi. Góða helgi. Góða helgi. Við sláum tóninn hér að lokum á vettvangi spursmála. Við verðum hér að sjálfsögðu að viku liðni. Ég minni á bókaklúbb spursmála. Ég ætla að setjast niður á 50-dagskvöldið næsta með Dr. Guðna T. Jóhannesinni, fyrrverandi forseti Íslands. Við ætlum að ræða stórmerkilega bók hans Þorskastríðin eða öllu heldur ákveðið tímabil
innan þeirra árun 1961-71 og hvað gerðist þar að tjaldabaki. Þeir sem í bókaklúbbi Spursmála munum fá póstmónum helgina þar sem hægt verður að skrá sig á þennan afar athyglisverða viðburð.